Komið heil og hjartanlega velkomin og sæl og blessuð í Chess After Dark númer 270 að ganga 80, er það ekki? 277. 277, já, heldur betur, þetta hrannast upp. Þetta 300 þætti. Heldur betur, við þurfum að gera eitthvað skemmtilegt á. Já, þá höldum við upp á það. Kannski við kíkjum erlendis eða eitthvað skemmtilegt. Já, aldrei að vita. Við erum með hlaðið þátt í kvöld, ætlum að fara út Víðavöll. Heldur betur, Fótboltavöll, ætlum að fara í borgina, við ætlum að fara í allt mögulegt. Já. Og við erum með kalda. Já. Og það er janúar útsala. Það er rosalegt. Býtu, hvað er þetta? Sko, til að klára það sem eftirstendur af jólakaldarum, sem að skilst mér að hafi verið... Ég held að ég var með síðustu byrjaðar hérna í ískamnum. Já, að sló í gegn. Við getum Já. Byrjar þetta. Já, nú byrjum við þetta. 2000 krónur meðan byrjið endast. Opið hjá þeim frá 8 til 7. Á rútu, 2000 skall á rútu, já, sko. Já, það er ótrúlegt. Já. Mán til 5 og 16 á föstudögum. Það erum sko opið mánuði 5 til 7 en hætta klukkan 4 á föstudögum. Það er rosalegt, sko. Og... Sorry, ég spóla gestin. Er kaldi á Dæl og Kaffi Vest? Nei. Nei, græðum það. Er ekki túlið það? Jú, það er ímislegt. Það er ímislegt, já. Klippum þetta út, það er þetta bara kaldi allstaðar. Já, kaldi. Já, Volt og Íslandsjóður komum betra þeim á eftir, en við erum komin að gesti í kvöldsins. Það er hann Pétur Martinsson, einn eiganda kaffihús Vesturbæjar og fyrirverandi landsliðsmaður í knattspyrnu. Og gefur nú kost á sér í oddvitan í prófkjöri Samfylkingarinn í Reykjavík. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Hvað er með þetta Chess After Dark? Hvað er nafnið það? Frábær spurning, sko. Þetta er gott nafn, catchy. Já. Það er nefnilega catchy. Og þetta er, þú veist, svona spjall er ákveðið Chess, sko. Og við erum eftir Dark, en við erum alltaf byrjuðum í bílskotum hjá Leif á Tómasarhaganum, sem þú þekkir ágætlega, fyrir að verða 6 árum að tefla. Vorum bara að tefla, vorum ekki hlaðastáttur. Þannig kemur nafnið, sko. Og við hugsuðum einhvern tímann að breyta en svo bara... Við reyndum að breyta í Chat After Dark. Býrðu á Tómasarhaganum? Ekki lengur. Nei. Fluttur út. Og þú ert alveg upp að það? Já. Ég er að kveikja núna. Iconic hús, sko. Það er iconic, sko. Ég hef komið í þetta hús. Já, en það ekki. Gekkja hús. Já, það gengur. Afiðin hann aðeins ekki. Jú, langaði. Langaðin. Já, hann alveg með þetta. Já. Ég hitti hann einu svona, fór í heimsókn þegar hann bjó hérna í Aflagrandanum. Á Jón Páll frændiðinn. Jú. Ég fór með, þá var ég að vinna í KR-verkefninu þannig 2008-2009. Og hann er náttúrulega bara uppasmaður svæðisins hjá KR og hann hafði húsið og svona. Geggjaður arkitekt, gerum ekki Laugardalshöllina og fleira. Og fór með sviðakjamma heim til Karlsins þegar hann var mjög gamall. Sko. Okay, já. Aðeins að ræða svona bara upp af KR og þetta erfðafestu land sem var þarna á KR-svæðinu. Frábær típa. Vesturbær lítill maður og Pétur vel að sér í söll saman. Pétur búin að mýkja spyrilinn strax, ekki rafaðinn. Þetta bara að vera upp á skestinum minn þetta. Kunnir ekki vel að hafa minn? Ég vil vel á þetta byrja vel. Heldur betur. Hvernig liggur þér, Pétur? Hvernig ertu? Mjög bara, gæti ekki verið betri. Það er dálítið breyttið tímar. Ég er núna í prófkjörsbaráttu. Já. Og sem er svona að byrja og þetta er nýtt fyrir mér. Förum kannski aðeins betur yfir pólitíkina eftir en það er spennandi. 2 vikur í prófkjör Samfylkingarinnar. Já. Ég ætla ekki að segja sjálf Samfylkingarinnar. og sko fyrst var þetta pínu stressandi, bara ákvörðunin. Ég hef það býstna gott, ég er í ágætisvinnu og svona hafði ekkert einhvern veginn máta með þetta hlutverk áður. Svo fór ég svona að hugsa þetta betur og ákvaða að keyra á þetta og það er svona stressandi ákvörðun, þetta er svona sliding doors, ef þetta gengur allt upp þá mun lífið verða einhvern veginn og allt öðru sem heldur en ég ætlaði mér en síðan kemur bara eitthvað keppniskap, nú er maður bara komin eitthvað baráttu og það er bara ógeðslega skemmtilegt. Það er líka bara beauty líka, eins og segir, worst case-ið þitt er, auðvitað vonuðu bara og segir þetta, en worst case-ið er að þú bara verður aftur í þitt gamla líf, sko, sem er frábært, sko. Já, algjörlega, og það er alls konar scenario, það getur ýmislegt gerst. Það er, sko, ég getur unnið að tapa þessu prófkjöri og svo getur við unnið að tapa kosningunum og það er svo margt sem getur gerst. En ég er allan að fara á staðið þessa vegferð og það er bara áhugavert og skemmtilegt, ég er að kynnast mikið af góðu fólki og eitthvað nýri baráttu. Ég hef aldrei verið í prófkjöri á því. Nei. Alltaf hjálpa vinum mínum og svona í gamla daga. Einmitt, jú. Og en aldrei verið í þessari baráttu. Það er stuð, sko. Já, þetta er mjög spennandi.
Ég var helviti ánæður að sjá nafnið hans hann í hattinum. Mögulega ef maður vilja sjá hann í öðrum flokki, en við erum að láta þetta duga. Það væri gaman að fá hann við stjórnina í ráðhúsinu. Sko, já. Nei, ekkert, já. Nei, ég ætlaði bara að segja að þetta er spennandi og það er þéttlaðin þáttur hjá okkur. Ég ætla bara að leifa að halda fram með dagsakernina. Já, heldur betur. Við erum með, það verður nóg að næga að taka hérna. Við erum með fyrir og seinni hálfleik. Við erum alltaf með þetta svona einhvern veginn í fótboltaformatinu. Fyrir hálfleikurinn er pólitík og frambóðið og svo fyrir við í fótboltan í seinni hálfleik. Já. Af því að ég hef reynt að fá, ég addaði Pétri á Facebook fyrir svona 5 ára síðan og hann var ekki ennþá búinn að samþykkja mig, en hann hefði áttur lengur að koma í þáttinn, sko. Burt sér frá því að hann var að bjóða sig fram hér. Rétt, já, sorry, en nú, sorry, ég fekk að hanga þarna. Þú ert bara ekki úr Vesturbænum, kallið minn. Nei, ég sá það að Leifur og vinnur. Sko, þetta eru 2 vikur eins og nefnir. Eru að horfa þetta prófkjör eins og úrslitaleiki bikar frekar en deildakeppni, stutt og laggott? Já, þetta er náttúrulega mjög stutt Já. og sérstaklega fyrir mann sem hefur ekki verið í pólitík áður og þarf að kynna mig og svona, þú veist, maður þarf að koma einhvern veginn stefnumálum á framfæri og fólk þarf að meta hvort það trúir og treystir að ég geti gert þetta. En þetta er rauninni sko, þú veist, úrslitaleikurinn náttúrulega er 15. maí þegar kosningarnir eru. Já. Þannig að þetta er svona, þú veist, undirbúningstímilinu klárast núna 24. janúar og þá er prófkjörið. Þá kemur ljós hvernig það gengur allt saman. Fólk sem er skráð í samfélkinguna bara endilega taka þátt 24. janúar og þeir sem vilja skrá sig í flokkin geta gert það. Þannig að þá kemur þetta ljós og þá mun komið ljós í öðrum flokkum líka, þannig að þá fer einhvern veginn að skýrast hvernig landið liggur og síðan eru kosningar 15. maí. Já. Hann heldur spenntur fyrir þeim líka. Já, þetta verður mjög skemmtilegt, gaman að sjá hvernig Ætlum við hendum í kostingasjörpu? ríkisvæst, það er aldrei að vita, en við ætlum að færa okkur yfir í oddvitaslæn og það er auðvitað volt, allt sem þú þarft. Ertu auðvitað bæði með Costco og haku bara í vasan? Sæll. Þetta eru ótrúlegi tímar sem við lifum á. Já. Hvernig væri að gefa sjálfum sér volt plus áskrift í áramótagjöf og þurfi ekki að greiða sendingugjöld. Já, afhenda pantanir. Já, en Pétur, akkur ákast að bjóða þig fram núna og akkur segir að það sé skýrt ákall breytingar í Reykjavík? Sko, það er, fyrir margar kosningar og fyrir mörg prófkjör, bara síðustu ár, þá hefur verið komið að máli mig og spurt hvort ég vilji vera á lista eða hvort ég hef áhuga að koma inn í pólitík og það er ekki bara einn flokkur, það eru fleiri flokkar. Og ég hef bara ekki séð mig í þessu og bara verið í skemmtilegum verkefnum og meiri sér að hugsa að ég gæti mögulega gert meira gagn hinum með borðið. Ég var að vinna með hagkvæmt húsnæði, ég var í uppbygging á Laugardalsvelli og KR-velli og byggt Kaffi Vest og Keks og svona. Og verið aðstoða fasteignafélög eitthvað í gegnum tíðina. Og ég held kannski ég geti gert meira gagn fyrir utan pólitíkina. Svo finn ég bara bæði brennandi áhuga og mér finnst að við séum á spennandi tími með borgina. Það hefur verið að stefna, þessi sósíaldemokratiska stefna sem hefur verið keyrð í borginni sem bara ákvörðun hefur verið góð en það hefur verið mörg mistök gerð og ég held að sé svona pínu ákall breytingar í borginni og það verða breytingar, menn að dagur er farinn og farin á þing. Ferguson farinn. Já, þetta var nú tekið á þessu samengi sko. Ég sagði, það er alltaf erfitt að koma eftir sterkum leiðtoga. Sjáðu bara Manchester United eins og Ferguson. Ég var ekki að segja að Dagur B. Eggertsson væri Alex Ferguson. Það er ansi margar aðsendarspurningur eftir þetta mitt. Já, ok, við förum yfir það eftir. Þannig að ég fann bara, ég hefði eitthvað til málun að leggja og hef mikinn áhuga að halda þessari stefnu áfram, en það er náttúrulega ýmislegt sem þarf að laga. Það er svolítið merkilegt að það er eins og, mér finnst Reykjavík frábær borg. En mér finnst eins og það sé kannski ekki endilega svona upplifun fólks, það er búið að tala hann svolítið niður og ég er að vinna með fullt af fólki af erlendu bergibrotið eða semst bara innflytjendum, hvort sem það er á Keks eða kaffihúsinu, Austur-Evrópu eða hvaðan sem er. Þau elska Reykjavík, þeim finnst Reykjavík algjörlega frábær, finnst allir þessi tónleikar og listasöfn og sundlaugarnar og mikið af þessu útivistasvæðum og þau nýta einhvern veginn Reykjavík miklu betur heldur en við gerum. Bara í maí þá fara þau með lag eða eitthvað teppi út í ægisíðu og taka piknik í dúnúlpunum. Sérðu, meðan við erum einhvern veginn að norpast í umferðinni. Þannig að mér finnst Reykjavík frábær, hefur búið í mörgum borgum, búið í Stokkólmi og Oslo, Boston og í Englandi
og hef einhvern veginn hort á Reykjavík og Ísland bara úr fjarlægð. Og það hefur verið söknuður og maður hefur fattað að sumt ekki alveg nógu gott, en vel síðan bara búa á Íslandi, finnst að Reykjavík einhver allra besta borg, bara sem getur. Þetta einn þægilegast og besta borg sem til. Það ekki margir sem trúa því, sko. Nei, það sko... ég trúi ekki. Nei, Reykjavík bara frábær. Minna, þú veist, það pældi í öllum þessu hverfum, öll hverfin í Reykjavík eru með sundlaug, eru með íþróttafélag. Þú veist, þetta eru friðsæl hverfi. Þú veist, það ekki mikið glæpi. Þú veist, við erum með til þess að gera ókeypis leikskóla, við erum með til skóla. Þú veist, það ekki mikið mismunur. Þú veist, það jöfnuður í Reykjavík. Þannig að sko, fólk á hvaða stjætt sem saman í bekk, eða saman í íþróttafélag, eða saman í tómstundum. Og þetta eitthvað sem við höfum verið mjög ánægð með. Við veit að sjálfsögðu þarf að laga ýmislegt, það segir sér sjálft. Og það endalaust verkefni. Það eru ný verkefni hjá Reykjavíkurborg eins og öðrum sveitafélögum og á landsvísu á hverjum degi. Það kemur eitthvað upp. Og það ýmislegt sem það að laga núna. Það verður náttúrulega að laga leikskóluna og umferðina og svo framvegis. En Reykjavík góð borg. Já. Ert þú ekki sammála? Þú býrði alveg upp í Vesturbænum. Hjartalega sammála. Já. Ég bara sammála. Þetta hverju orðið sannar sem þú nefnir og það gaman einmitt eins og að nefnir með útlendingan að sjá hvernig þeir nýta hann öðruvísi. Já. Eins og nú niður í bæ og ég sé alltaf í hljómskólagarðinum sérstaklega á sumrin. Já. Það voru alltaf erlendar fjölskyldur sem eru mættar á grilli þar sem svona til allra nótkunna. Já. Búin að gera piknik þar og ég sammála því. En það ýmislegt sem að þarf að bæta og Já, sjálfsögðu. Aðeins með hverfin aftur, sko, þú veist, við þú veist, ég alveg upp í Breiðholtinu. Þú veist, Breiðholtið að byggjast upp þú veist, í 76 byrjaði að byggjast upp og ég í 8. Og þarna sko, fyrirmyndi var sænska útkverfið. Við erum átt okkur á því að þarna sko, öll skipulögð eru í kringum engabílinn, þú veist, það var svo mikill lúxus og keyrt út allt og það voru engin umferð og enga fyrirstöður. Og þegar ég alast upp í hólunum í Breiðholtinu, þá þetta sko Hólabrekkuskóli og svo kemur FB og Sundlaugin og Leiknir og Fellaskóli og það svona kílómetrar á milli og það engin bílar, þetta bara svona eins og Central Park, geggjaður staður og það tróð fullt af krökkum. Og við erum svona fyrsta kynslóðin sem eru lyklabörn. Við fengum bara lykil hálsinn og fullorðna fólki fór bara 8 á mótnana og kom klukkan 6 á daginn. Þannig það var ekkit fullorðið fólk í hverfinu. Og þetta bara var algjörlega dásamlegt. Þetta voru félagsleg vandamál og annað slíkt sem við kannski myndum taka öðru svo í dag heldur en var gert þá. En upplifinu var að þetta væri bara fullkomið frelsi. Og Breiðholtið, mér finnst að sko, skipulagið á Breiðholtinu algjörlega meiri áttar. Ég held að það eru sjálfstæðismenn sem hafi ákveðið að byggja Breiðholtið á sínum tíma, fóru til Svíþjóðar í Wellingby í Svíþjóð, þar sem sósíaldemókratar í Svíþjóð hafði byggt þetta fyrsta flotta útkverfi með sko, svona skýrri hugmyndafræði og þetta var bara kópíarað og Breiðholtið búið til. Mæli með að einhvern tímann kíkt á neti og tekið svona loftmynda Rinkeby til dæmis og skoða síðan loftmynda Breiðholtinu, þetta bara nákvæmlega eins. Þannig að þetta var bara skemmtilegt og þarna var sko, veist, það var kaupmaður, það var Hólagerður og Strömnes, það voru bara kaupmennin á horninu, alla þessar hverfisbúðir, það voru ekki barir eða kaffihús þá, það var náttúrulega ekki við líði, en öll þjónusta bara innan þessa 15 mínúna hverfis. Geggja hverfi. Já, samanlega því. Og voru allir kaupmyndir á horninu, var þetta allt vegna borgarskipulagsins eða var það bara sjálfsbrottið? Nei, þetta skipulag. Það var borgarskipulagið? Já, það náttúrulega búið til bara aðalskipulagið sem Breiðholtið sett inn í aðalskipulagið og þegar þetta deiliskipulag, sko, ég veist að fólk hefur ekkert gaman að hlusta á hvað deiliskipulag aðalskipulag í þessu, ég veit ekki hvernig þetta virkar. En þú veist, það bara gert ráð fyrir að þarna Strömnes og það bara sérstök bygging fyrir verslun, skilur við. Svona verður þetta í Vesturbænum líka, fullt af svona hverfisbúðum sem voru bara skipulaðar og þarna það. Nú aðeins að vera kvartum að þessi of mikla kröfur að þessi þjónust á neðstu hefð, eða heyrtum það? Já, og það allt tómt eða ekki? Að síðast þeirri gerir tíðin? Nei, það ekki allt tómt, en það tekur tíma. Það tekur tíma, hverjum verða eins og vera byggð og þrosku áður en að sko, blómlegur rekstur byrjar. En það kemur. Það ekki fyrir alla samt að vera með rekstur í Vesturbænum, sko. Nei. Þér tekst það, en það er ekki sko, eitt sem ég langar að spyrja það, sko,
Já, því þú talar skýrt ágallum breytingar í Reykjavík, sko, Já. náttúrulega flokkur sem þú ert að bjóða þig fyrir búin að vera stjórnvöldur í ykkur 1.000.000 ár í röð og þetta ekki smá pilla á bara þinn flokk sem þú ert að bjóða þig fram fyrir? Þetta meira pilla á samfélkinguna? Já. Nei, ég held að, sko, maður sér í skoðanakönnum að þú veist, flokkurinn á flegi ferð. Kristrún Frosta hefur tekið við flokkinu og búið til þess að, sko, sósíaldemokratíska að krata breiðfylkingu. Þannig að, sko, það mikill stuðningur við samfélkinguna í Reykjavík á landsvísu. Þannig að, sko, það eru, þú veist, hátt í 40% stuðningur Reykjavíkinga á landsvísu í alþingiskosningum. En núna kannski eitthvað þreyta. Það sko stuðningu við Reykjavíkurflokkin eða borgarstjórnarflokkin er undir 20%. Þannig að sko það sóknarfærið þarna, en eðlilega þegar sko flokkurinn búin að vera við völd núna í 12 ár þá gæti verið eitthvað þreyta og gæti verið eitthvað þreyta af fólki og eins og ég nefndi áðan að Reykjavík hefur verið tölur svolítið niður og það hefur verið neikvæð umræða og sumt alveg rétt á sér. Ja. En ég held að það gæti verið ákall breytingar en það náttúrulega eftir að komi ljós hvort að samfylkingin sé sammála mér það. Það verður núna bara í prófkjörinu í seinni mánuðinum eftir 2 vikur. Já. Og síðan kemur náttúrulega bara stóra spurning hvort að Reykvíkingar séu sammála því, hvort að þeir vilji fylgja þessari stefnu sem hefur verið í borginni og laga það sem hefur kannski klikkað eða átta sig á þessu vaxtaverkir í sumum breytingum og sumt ykkur tíma. En það okkar að sýna fram á að þessi stefna sé rétt. Já. Mundur kannski koma betur undan síðar í kvöld, en Dagur B. náttúrulega núna farin að sviðinu sem við talar Sverrir Sverrisson. Heldur að samfélkingin sé ánægð með hvað Reykjavík borgarstöð með hvernig þið sá þetta fyrir, ef við tökum bara 15 ára aftur í tíman þegar Dagur var bara að byrja? Ég hugsa að það sé bara mjög ánægð með sumt. Annað hefur bara tekið lengri tíma og svo hafa náttúrulega augljóslega orðið mistök á sumum sviðum. Sko, eins og með leikskólamálin, þú veist, fyrst að vilja segja sko að það borgin að virka vel ef það enginn að tala hana. Þú veist, ef leikskólarnir að virka, þá enginn að tala það. Þetta er bara svo vel smurð vel bara. Já. En ef þú býrð langt frá vinnunniðinni og situr í umferð, þá ertu að hugsa hvað þetta fólki í ráðhúsinu að gera. Ef þú ert með barn á leikskóla og leikskólinn lokar og þú þarft að vera heim á vinnunni til þess að sækja barnið, þetta getur ekki farið í vinnuna á verðum barnið, þá finnst þér borgin ekki að vera að virka. Ef snjórinn ekki mokaður og þú kemst ekki leiða þína, þá finnst þér borgin ekki að vera virka. En það eru sko 80 leikskólar í Reykjavík, flestir þeirra að virka, en ekki allir. Það eru sko, ég held að þessi sóknarfæri að láta barnafjölskyldur sem með börn á leikskólum líða þannig að þeir þurfu ekki að hugsa borgina. Þannig að þetta stór verkefni framöndan, það eru augljóst og umferðin eitt af því. Já, tölum við leikskólamálinu eftir, en við sáum bara frétt í gær að vísi með leikskólinu Funaborg, það sem börnin hefur verið heima 1,5 dag í viku, sko. Ég veit ekki hvað foreldrar getur látið það að fungera, sko, bæði vinnu, sko. Það er rétt, sko. Ég sá ekki þessa frétt, en ég þekki dæmið og það eru þú veist, það er 1 skóli og þetta er Vestiskólinn, leikskólinn, af þessum 80. En það er ýmislegt sem hægt að gera. Eitt náttúrulega bara að lögfesta leikskólastigið, þannig að það gætu komið sko kröfur á sveitafélögin að sinna almennilega. Við erum að hafa í huga að það er búið að lengja fæðingarorlofið og það er búið að lengja leikskólan líka. Það þarf að brúa þetta bil. Við erum að reyna að lofa því að börn sem eru milli 12 og 16 mánaða eigi að hafa aðgengi eða foreldrarnir fá aðgengi að leikskólum. Þetta hefur bara tekið of langan tíma. Svo er ýmislegt annað líka sem allt kemur saman einhvern veginn. Það hafa verið miklu vandamál og það hafa verið starfsmannaekla og það hefur ekki náð að ráða fólki í þessar stöður. Þannig að þetta eru margþætt vandamál en þetta er bara maður það bara ákveða að við ætlum bara að laga þetta. En það er ekki ein lausn á þessu. Nei, sammála því og ánægður með
eins og frábær pistilin eða skoðun hefur pistilin á Vísi þar sem hún talar að þú ætlar svona að reyna að vera til hófs þegar þú kemur á loforðum en þú mun allavega að gera þetta besta. Það aðeins þannig maður, sko, eins og með allt bara í fyrirtækirekstri eða fótbolta eða hverju sem ef maður ætla sér eitthvað þá mjög líklegt að maður nái mjög langt í því, sko. Það er minn klúbbur Hammarby, algjör útútúr. Ég veit að við verðum hérna lengi, sko, þannig að við getum alveg talað það. Fyrir 5-6 árum síðan það ákveða þeir að í Hammarby sinns klúbburum minn í Svíþjóð að það ákveða þeir að leggja jafn mikla áherslu á kvennaboltan eins og karlaboltan. Það er að segja að það er fengið sömu aðstöðu, sömu kokka og sjúkraþjálfuna og lækna og allt þetta apparat í kringum liðið var bara eins hjá stelpunum og strákunum. Launin er vissulega ekki strax orðin jafn góð en það kemur. Og það er bara ákvörðun. Þær fóru upp deild, komust upp í Damalsvenskan sem er hæsta deildina síðan unnuðu bikarinn, unnuðu deildina og eru komna langt í Evrópu. Þetta er bara ákvörðun. Þannig að sko, ef maður ákveður að þetta eigi að virka, þá hlýtur maður að finna leiðir til þess að láta þetta virka. Já, klart. Eitt sem ég langar að spyrja... Þetta er Hammarby. Já, Hammarby. Sko, eitt þarna talandi pillur. Sko, mér fannst, að ég var að tala að þú að sendt pillu á Heiðu, þá fannst mér Heiða svona kannski komið ákveðna sneið tilbaka þegar hann talar að gott að fá nýtt og fest fólk í pólitík en mér sýnist þessi maður lengur í pólitík en ég var að bjóða sig fram í baráttu sæti í Sjálfstæðisflokknum árið 2009. Sko, er gott eða slæmt að fá borgarstjóra inn sem er ekki með þessa hefðbundnu pólitísku reynslu? Ég held að það sé bara mögulega bæði. Ég held að sérstaklega núna þegar sko samfylkingin er búin að vera við völd svona lengi að það getur verið kostur að fá eitthvað með algjörlega fersk augu á reksturinn til þess að einfalda reksturinn kannski sjá eitthvað sem glögti gests auga og allt það en þessi pilla frá Heiðu, þetta er allt í góðu lagi sko. Mér finnst það bara fyndið. Ég er alin upp með vinum minnum í Breiðholtinu og við fórum að daðra við það að vera hægrimenn. Þetta eru Sigurður Kári og Gísli Martin og Rúnar Freyr, við vorum allir einhvern veginn svona, þeir meir en ég, einhvern svona stuttbuxna drengi sko. Og svo ég bara atvinnumaður í fótbolta í 12 ár og þegar ég kem heim, þá ég spurði hvort ég geti hugsað mér að vera á lista hjá Sjálfstæðisflokknum. Þetta er beint eftir hrun. Já, 2009. Og ég held í sig í Reykjavíkur norður kjördæmi. Þú varst samt ekki alveg viss? Ég er ekki viss. Já, veist ekki það? Nei, þetta var bara annar Reykjavíkurlistin. Og vitandi að ég er aldrei að verða varaþingmaður eða neitt sko. Þetta var bara svona eitthvað celebrity sæti held ég sko. Já. En ég var hins vegar sko sjálfstæðismaður og hægrimaður og taldi það að vera rétta leið á sínum tíma. Og mikið að velta fyrir mig frelsishugtækinu og svona. Síðan bara kemur lífið og lífið kennir mann ýmislegt. Þessi ferðalög mín og þessi búsetta í ekki síst Stokkólmi, þar sem maður sér bara hvernig þetta virkar og líka bara hvernig samfélagið hefur breyst. Þá það þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur breyst, samfylkingin hefur breyst, ég hef breyst, en mest á öllu hefur samfélagið breyst heilmikið. Þannig að ég er stoltur krati en eins og ég held að við flest séum. Sósíaldemokrati náttúrulega bara samfélag sem við viljum passa upp á hvort annað. Við viljum passa upp á þau sem að detta út úr systeminu. Við viljum passa upp á okkur svona minnstu bræður. Ég held að það sé allir sammála það. Við viljum hafa sterkt heilbrigðiskerfi, við viljum hafa félagsþjónustu, það viljið allir. En við viljum líka sterkt atvinnulíf. Þetta svona kannski helsti munurinn að samfylkingin hugsa þetta út frá því að það má enginn detta út fyrir, við viljum að passa upp á fólkið, meðan hægri menn ofta að hugsa við verðum að passa upp á atvinnureksturinn, þannig að hann sé góður. Ég held að markmiðið sé hjá báðum það sama. En stundum hjá hægrimönnum gleymist að passa upp á okkar minnstu bræður. Já, okkar minnstu bræður og systur og kannski gleyma vinstri menn stundum að við þurfum atvinnurekstur. Þetta er eins og Tage Erlander sem var sem var forsætisráðherra
sósíaldemokratan í Svíþjóð áður en Olof Palme var. Hann sagði sko, man behöver kapitalistina för velferden. Við þurfum að fá kapitalistina til þess að eiga fyrir velferðarsamfélaginu. Þannig að þetta helst alveg í hendur. En eins og staðan í dag, núna eigum við sko á Íslandi og í Reykjavík 20% Reykvíkinga eru bara innflytjendur. Og þetta fólk sem kannski á erfitt með að læra tungumálið, eru ekki að stunda krakkarnir, ekki að stunda íþróttir eða tómstundir eins mikið. Við þurfum að passa upp á þetta. Og þetta ekki bara mannúð að passa upp á þetta fólk að það er svona einhver stemning núna í samfélaginu að inngilding sé ekki gott orð. Ég kann ekki betur orðið við það. Við erum bara að passa upp á þetta fólk að það komist inn í samfélagið. Besta leiðin í gegnum íþróttir, það búið að sýna fram á það. Og í dag eru foreldrar, innflytjendur eru ekki að nota frístundastyrkin í eins miklu mæli eins og íslenski foreldrar. Og þau eru ekki að stunda íþróttir eða tómstundir eins mikið og þetta besta leiðin til þess að inngilda, til þess að þau komist inn í samfélagið, læri tungumálið, skilji út af hvað samfélag gengur út á og þetta sem við þurfum að leggja áherslu á. Við þurfum að passa upp á þetta og þetta ekki bara manngæska eða mannúð, þetta besta fjárfestingin sem við getum nokkuð tíma gert. Þetta fólki sem kemur síðan upp í samfélagið og við höfum víti til varnaðar bara frá Skandinavíu, það sem voru útkverfi, það sem fylltust af innflytjendum og þau voru bara afskipt og þau komist ekki almennilega inn í samfélagi, lærið ekki tungumálið, það mikið atvinnuleysi og það verður bara verra samfélag fyrir vikið og við sjáum alls konar hættur þar. Já, klart, vel svarað. Eitt sem ég með bara iconic náttúrulega myndband sem að hægri menn voru ekki lengi að dreifa þegar allar að tala um allar í frambúð fyrir sjálfsamfylkinguna. Mætti segja kannski að þú náttúrulega gallharður sjálfstæðismaður í gamla daga, skiptir kannski flokkspólitík minna máli í borgarmálum heldur kannski landsvísu? Já, hún gerir það, þó að mín sannfæring sé í dag og ég hef ekki verið hægra megin í lífinu mjög langan tíma. Bæði finnst mér sjálfstæðisflokkurinn að færst dálítið mikið út á kantinn. Það gerist oft að þegar og maður sér þetta í Svíþjóð til dæmis og þetta hefur gerst víða heim og það ég held við ættum að taka þetta alvarlega þegar öfgaflokkar koma eins og Sverigedemokraterna í Svíþjóð sem gamall nasistaflokkur þetta voru bara skinheads fyrir einhverjum áratugum og svo kemur einhver svona lukkurittari eins og Jimmy Åkesson bara í jakkafötum bindi og mjög mælskur og vinnur öll debut og þá byrjaði að plokka atkvæði frá þessum bara klassíska hægraflokki. Moderatina heita þeir í Svíþjóð. Og þá einhvern veginn tendensin að Moderatina fara einhvern veginn að breyta sinni orðræðu í átt eins og öfgarnir til þess að fá aftur atkvæðin. Það hefur aldrei gengið upp. Öfgarnir bara stækka og Moderatina minnka. Þetta hefur gerst og mér hefur fundist svolítið sjálfstæðisflokkurinn að færast í þessa átt. Ég ekki að tala um að þeir séu öfgaflokkur en ég maður séð þetta og þetta ekki rétt stefna og þetta hlut af því að hverju ég svona komin lengra inn í sósíaldemokratíuna. Til að slúta þessum umræðalið verðum náttúrulega að ræða góð vinkon okkar Kristrún Frostadóttir okkar frábæra forsætisráðherra sem að okkur þykir hafa væntum við leifur allavega hvenær byrjaði það fyrst að pæla í þessu? Þetta ámynd segja að veist margar áskorun og annað en svona hvenær fórstu alvarlega að pæla í þessu og hvenær reifstu í tóli og fórstu að tala við Kristrúnu eða heyrðum við kannski þér undan? Nei, fyrst það eru margir sem halda að pólitík og kannski það, ég náttúrulega bara nýr í þessu halda þetta sé svo rosalega plottað það sé löngu búið að ákveða þetta það sé búið að setja einhverja tímalínu þú ákveður þetta jólinn og við tilkynnum þetta á nýjársdag. Þetta algjörlega ég sem ákvað þetta bara sjálfur með fjölskyldunum minni að gera þetta svona. Og við vorum í alvörun jólin ennþá að velta þessi fyrir okkur. En skúpið pínu að það var Logi Petró í Rettur og Steffsson sem hafði samband við mig. Og það bara í desember. Hann hringdi í mig og sagðist verið í svona selluhópum með ungum jafnaðarmönnum þar sem mitt nafn kemur oft upp. Hvort að ég væri til í að taka slaginn. Og ég eiginlega bara fór að hlæja fyrst Svo heyrðustu aftur daginn eftir og ræddum þetta aðeins og ég hugsa ég það bara aðeins að tekka á þessu og ræddi þetta við konuna og dótturina og við
ég ákvað semst að slá á fólk í svona efstu skúffu í samfélkingunni og fæ samtal við Kristrúnu Frosta bara, hvort að henni lítist vel á þetta. Og meiri þess að hittumst og það var ekki neitt leyndamál, við hittumst bara fyrir opnum dyrum. Sko. Já, þinn megin stað. Já, og það var ekkit leyndamál og það var ekkit bakherbyggi og alls ekki reykfyllt. Sko. Þannig að þetta bara var ákvörðunin algjörlega tekin af mér eftir náttúrulega bara að hafa talað við, hvort að veri stuðningu við þetta, bara, er þetta sniðugt, á ég eitthvað sjens, er þetta eitthvað sem samfélkingi myndi styðja og þá er þetta bara algjörlega mín ákvörðun. Já, klart. Mjög gott. Mér langaði að ræða húsnæðisstefna við þig. Hún í boði Íslandssjóða þessu sinni. Já. Það má minna það að Íslandssjóðir ekki einungis að fjárfesta hér innanlands. Ný. Þú vilt prófa áfram út fyrir landstenna og ýmsir sjóðir sem Íslandssjóðir bjóða upp á þar og það gott að dreifa áhættinu. Við erum lengi talað fyrir því, sko. Já, leiðu líka þá bara allavega sérfræðingum að sjá það fyrir því. Já, og það margar leiðir til að gera það. Þú ert auðvitað með gjaldeyri og svo ertu með skuldabréf, út með hlutabréf og svo ertu með erlend hlutabréf og svo mætti lengi telja, en Íslandssjóðir og sérfræðingar þar kannski segja ykkur betur frá þessu, ríða upp tólið og heyri þeim. Ekki hlusta á okkur allavega. Já, ég veit alveg marga betri hugmyndir en það. Já. Og svo það grillmarkaðurinn, Tomahawk 50 dagurinn. Hann mættur aftur. Býtu, hvað þýðir það? Það þýðir bara 50% afsláttur á Tomahawk-steikum, alla 50 daga í janúar 2026. Jesús. Pétur, það nú eitthvað, ertu steikakall eða? Shit, þetta verður shocking. Ég borð ekki kjöt. Það kemur ekki á orð. Þú ert svo mikill sví. Nei, sko, ég ekki segja þetta. Ég að fara, það ekkert sem pirra landan meira heldur en, vegan. Það varst að missa atkvæðið þarna. Ég veit það, ég ekki vegan. Ég svo kallar flexitarian. Það svona 6 ár síðan sem ég minkaði þetta mikið. Okay. En ég tek alveg svona jókera, þannig ég væri til í Tomahawks. Já. Okay. Hvað var þetta sögur? Grillmarkaðurinn. Já. 50% afslutur, alla 50. Það rosalegt, já. Og svo ég tilbúið eitthvað. Reykjavík, eigum að þetta byggð halda þeirri stefnu áfram, brjóta nýtt landi eða byggja á grænum svæðum og kannski, svo ég hlaði enn frekar á spurninguna á flugvöllurinn að víkja. Þetta mjög góð spurning og það gott að við höfum góðan tíma. Þeir ekkert að flýta ykkur það. Nei, ég þarf ekki að fara það ekki beint einfalt svar við þessu. Við þurfum að hugsa þetta bæði bara hvar eiga unga fólkið að búa á næstu 2-3 árum. Við þurfum að hugsa það. En við þurfum líka að hugsa til framtíðar, bara fyrir börnin okkar og barnabörnin, hvernig við á næstu 20-30 árum munum við okkur fjölga 70.000 manns. Reykjavík verður 200.000 manna borg á einhverjum tímpúti. Hvar á þetta fólk að búa? Ef við látum fólki búa austar við núverandi byggð, austan við Grafavoginn og Grafarholtið og Úlfarsdalinn og þar, það sem vissulega eitthvað byggingaland, þá mun umferðin í Ártúnsbrekkunni aukast allverulega. Og það alltaf svona flöskuhálsar. Alveg, þú bara kemur niður að Kringlumýrarbraut og þá kemur fólki hérðan úr Kópavogi og það verður stappa. Og þú byggir þig ekkit frá þessu. Þú byggir ekkit einhver hringtorg í háloftunum. Þetta verður bara tappi. Eina leiðin í umferðinni almenningssamgöngur. Það ekki þetta, ég fullan skilning á því, fólk vill hafa einkabílinn og það frelsi í því, en það ekkit hægt annað heldur en að við munum auka að fleiri noti almenningssamgöngur. Þannig að svara spurningunni. Það byggingaland í Reykjavík sem langt besta byggingalandið og það Vatnsmýrin. Vatnsmýrin mundi rúma 30-40.000 manns og það meira þess að til skipulag fyrir það. En þetta mjög viðkvæmt, þetta pólitískt viðkvæmt og Reykjavík höfuðborg allra landsmanna, þannig að fólk út á landi munum hugsa, nú kemur einhver nýr borgarstjóri sem ætlar að loka flugvellinum og hvað með sjúkraflugið og hvað með fólk út á landi og svoleiðis. Það þarf náttúrulega að leysa það fyrst. Það náttúrulega bara aðtúa, eitthvað lausn á sjúkrafluginu. Við erum ekkert að fara að hætta á það að taka sjúkraflugið burtu. Ef við finnum lausn á því og ef við finnum lausn á innanlandsfluginu, þá þetta langbesta byggingalandið og langskynsamlegasta nýting á landsvæði Reykjavíkur. Þetta myndi líka auka svona samkeppnishæfni Reykjavíkur sem borgar til framtíðar. Það eru fleiri sem búa á minna svæði, það betra fyrir rekstur, þið getið ímyndað ykkur bara að taka rusli eða sopa göturnar eða snjóin og það ódýrara fyrir
Reykjavíkurborg fyrir alla innviði, þú veist, alla pípur og skólp og að byggja á núverandi svæði heldur en að fara í að brjóta nýtt land. Þannig að þetta svarið mitt, þannig að ég á því að við þurfum að finna lausn á því á næstu 4 árum er það Hvassahraun eða er það lest til Keflavíkur. Mér finnst ekki þetta hafa verið skoðað almennilega, það hafa verið gerðar einhverjar skýrslur en það þarf svolítið með vinstri finnst mér finnst að það er að skoða þetta almennilega og innan 4 ára á að liggja ákvörðun munum við fara í þessa framkvæmdir annarkvæmt lest eða Hvassahraun eða lest og Hvassahraun eða við bara ákveðum að hætta við þetta, flugvöllurinn verður á sínum stað út af við getum ekki leyst sjúkraflugið eða við getum ekki leyst innanlandsflugið, þá verðum við að sætta okkur við það að við verðum í mikið stærri borg, dreifðari og þá erum við að fara að búa í borg sem er nærði að vera eins og Detroit eða þessar stóru bílaborgir sem við erum í dag, mjög nálægt. Það er ekki, þú veist, það mun pælið í dag. Þú veist, við erum svo fá, samt er þannig að það koma dagar í Reykjavík þessi börn get ekki verið úti út af svifryki. Þú veist, að fólk sem með einhver öndunarfæra sjúkdóma get ekki verið úti út af svifryki. Þetta er, sko, svo er þetta einhvern veginn sett svona í einhvern pólitískan búning. Vinstri menn vilja þetta og hægri menn vilja hitt og Pétur og Kaffi Vest vill endilega allir sér í strætó. Allir að hjóla. Allir að hjóla, sko, þetta snýst auðvitað ekki það. Sko, Reykjavíkurflugvöllur finnst mér geggjaður. Já, meina, þú veist, tengdamamma og tengdapappi búa á Ólafsfirði og þau, ég bara sæki út á Reykjavík, tekum 5 mínútur, ég býði í Vesturbænum, tekum 5 mínútur og bara pikkaðu upp, ekkert mál, bara ógeðslega næs. Borgarlínan eða þessi almenningssamgöngur, mitt líf er dálítið mikið í Vesturbænum í dag, ég var í Árbænum og var í Breiðholtinu, en mitt líf er dálítið á litlu svæði, þar við kemur hingað í Kópavoginn og leita maður, sækir maður þjónust annar staðar, en langmest er ég á tildulega litlu svæði. Þannig að sko borgarlína eða Reykjavíkurflugvöllur skipta mig sjálfins ekkert svo miklu máli, eða Vesturbæinga eða fólk í Hlíðunum eða miðbænum. En þetta er lykilmál fyrir fólk sem býr austar í bænum, ef það er komið byggð 20, 30, 40 manna byggð fyrir austan það sem byggðin núna, þá verður Grafavogurinn og Grafarholtið og Árbærinn og Ártúnsholtið og alla leið niður að Kringlumýrarbraut, það verða verri hverfi. Það verður meiri mengun, það verður meiri trafík, allt tekur lengri tíma, það út lengur í vinnuna, út lengur að skuttlast með börnin í þjónustuna þau þurfa. Þannig að þetta er lausnin, Vatnsmýrin, en hún er flókin. Og vegna þess að ég skil alveg að fólki finnst þetta glötu hugmynd. Fólk finnst flugvöllurinn eiga að vera það sem hann er, út af að maður byggðu þar, og fólki finnst við borgarbúar vera einhvern veginn að svína á fólk út á landi, eða ekki hugsa fólk sem þarf á sjúkraflugi að halda, auðvitað snýst þetta ekki það. Þú veist, það er meiri sér hægt að hugsa þetta öfugt, að það væri mögulega blómlegri byggð út á landi, víðast hvar. Ef allir þessi, hvað er þetta, 2 milljónir túristar sem koma á ári, cirka, rúmlega 2 milljónir. Þegar þeir lendi í Keflavík, 80% af þeim taka bílaleigubíl. Þeir keyra, það er sko 1/4 af bílunum sem er í umferðinni frá Hafnarfirði og inn í bæinn á morgnana eru bílaleigubílar. Þessi aðilar kom og gista 1 eða 2 nætur í Reykjavík og svo reykspólaði Suðurlandið. Það fer enginn til Ísafjarðar eða einhverjir, en ekki margir til Ísafjarðar eða Siglufjarðar eða Egilsstaða. Þannig að sko ef það væri domestic eða innanlandsflugvöllur í Keflavík eða Hvassahrauni, það sem er mjög auðvelt að komast á milli, þá yrði meiri túrismi á þessum stöðum. Þannig að sko lausnin við innanlandsfluginu er að vera nálægt alþjóðaflugvöllin. Eins fólk sem er að koma í bæinn með flugi og ætlar að fara eitthvað annað er þá nær alþjóðlega flugvöllin. Þetta er langt og erfitt svar, en þið skilja aðeins hvað ég er að fara. Þetta er viðkvæmt. Ég hef mikinn skilning á því, ég á bara mikið fjölskyldu út á landi, ég hef mikið skilning á því að þeim finnist við einhvern veginn, þeir eru bara að hugsa Reykjavík og vilja vera bara eitthvað kaffi latte eitthvað svona. Ég hef mikið skilning á því, þú veist,
og það mér finnst það bæði dálítið fyndið þetta með kaffi latte og svona en þetta er satt, sko. Já. En muniði bara að þetta ekki fyrir okkur. Þetta fyrir byggðirnar austar í bænum. En svo má líka segja, frábært svar, maður veltir líka fyrir sér, sko, mér finnst oft gott að horfa í baksýnisspegilinn, sko, ef þetta væri, sko, tómt land í dag, þá myndi einhvern þetta í huga að setja flugvöllana. Engum, það myndi engum þetta í huga. Það væri bara íbúðarna út allt. Þú veist, þannig að maður veltir líka fyrir sér, sko, eins og talar væri ekki betra að vera bara með höfn í Keflavíkurflugvelli eða hvernig sem það eða Hvassahrauni eða eitthvað, þú veist, þannig að en þú ert að díla við, eins og þú segir, alvöru, ég ætla bara að segja smá költ þetta, því að það bara og ég held ekki að ég ætla að byrja þeim að svara fyrir það en ég held að stór ástæða fyrir að Einari og þeim meiriluta gekk ekki nægilega að þau voru til dæmis bara ósamlega flugvöllin, af því að ég held að hljóta allir röksenda fólk að átta sig á því að þetta lausnin að byggja það í Vatnsmýri og að framtíðar músíkin sé að flugvölli fari og við finnum einhvern betri stað fyrir hann. Já, og aftur bara þetta hefur verið mjög viðkvæmt mál og aftur, ég hef mikinn skilning á því en ef við náum einhvern veginn að freymita þannig að þetta fyrir okkur öll, þú veist, það ekki gott ef næstu 50.000 reikninga fara í Austurbæinn, þú veist, það verður það mikil trafík að það verður miklu meiri hætta á ferð, bæði mengun en svo bara eitthvað gerist hérna á rush-hour í Árbænum, þá tekur bara að fara inn á spítala, það getur ekki 40 mínútur, skilurðu. Þannig að þetta það mjög mikilvægt að við sjáum eitthvað færi í þessu. Veist, þetta því gott fyrir okkur öll og þetta minnst gott fyrir þig sem býr í miðbænum. Þú myndi ekki finna svo mikið fyrir þessu, skilurðu? Nei. En ef þú myndir búi í Grafarvogi, þá myndir þú finna heilmikið fyrir því ef það væri komin 40.000 manns austar við Grafarvogin. Það væri ekki gott fyrir þig. Þannig að við þurfum bara að fá smá stemningu í kringum þetta og búa til, sko, það þarf að freyma þetta, við þurfum að skilja þetta saman og þetta ég ekki með lausnina og það fullt af fólki sem snjallara en ég í þessu, en við þurfum bara að taka samtalið sem og setja þetta líka á stað. Það nóg tala, það búið að tala um hérna flugvöll og það búið að tala um Sundabrautina og það búið að tala um þetta í áratugi, skilurðu, en mér finnst ekki við búin að kanna flugvöllin og kannalest almennilega. Það eina lausnin. Já. En þá svona vonum, til að slúta þessu sörjulegur, ef þú verður borgarstjóri, sem við vonum, að ætlar þá að hendi í eitthvað góðan hóp og hann kemur skýrslu þegar þú ert að kveðja eftir 4 ár? Já, þetta tekur náttúrulega smá tíma, sko, en það hefur verið unnin eitthvað forvinna. Þannig að, sko, það ekki verið að byrja alveg frá byrjun. Ég myndi gjarnan vilja segja bara að ég myndi bara vilja fá alþjóðlegan hóp í 2 ár til þess að meta þetta algjörlega fyrir okkur. Fyrsta lagi þurfum við að skoða hvað þetta að gera með sjúkraflugi. Hversu mikill munur það ef það annar flugvöllur annarkvort í Hvassahrauni eða í Keflavík og þyrla á milli. Hversu mikill munur það og auðvitað þarf að vera þyrlupalli við nýja flugvöllin, nýja spítalan. Við bara græðum það. Þannig að, sko, þetta þarf náttúrulega undirbúning en það þarf að fylgja samtal við hagsmunaaðila og svo bara keyra á stað. Ég segi, þetta bara komið á stað eftir 3-4 ár. Já, klart. En mér finnst við ekki tala nóg mikið gervigreinda hraðalinn frá Apró. Nei. Hann saminar auðvitað notendavent Íslands viðmót, örugga aðgangsstýringu og tengingu við innri kerfi fyrirtækja. Klart. Þannig að þið getur nýtt kraft gervigreindar til að auka hagkvæmni virði og örva vöxt sem held ég það sem öll fyrirtæki að sækjast í. Já, og svo sem bara gott sem hún endur í síðasta þætti, ég menna að þú með skíalausnir og annað, þú vilt bara þetta sé á öruggu svæði og í guðanabænum heyrið allavega í Apró og tjekki á þeim, þeir geta 100% greiðið ykkur. 85 pluss sérfræðingar. Þetta ótrúlegt magna sérþekkingu sem við safnað saman hana í eitt fyrirtæki, Apró. En svo það nýja vinnur okkar. Já, Giggo. Ég með eina reynslusögu. Já, hvað það? Svona kannski velkomnir í fjölskylduna, kattfjölskylduna, Giggo. Ég var að kaupa nýja uppþóttavélundaginn sem ekki frásögufærandi nema að þarna ég veit að mann koma hlustundum óvart en ég ekkit frábær á heimilinu. Þannig ég hugsaði bara, ok, hvað ég gera? Heyrðu, var búin að heyra þessu appi Giggo og löngu var hann komin í kattfjölskylduna. Hvað ger ég? Set inn á Giggo-grúpuna, segi bara sælir,
BKS hérna frá Lómasölum. Getur einhver tekið gömlu uppþvottavélina mína og sett nýju upp sem ég er búin að kaupa, tekið gömlu, sett nýju upp, mætir ykkur gæja heimili mitt á ángríns svona korteri. Þetta var ótrúlegt. Tók skinn og ingenting fyrir þetta, tók gömlu uppþvottavélina með, setti nýju upp, veit ekki að gera neitt. Mig grunar nefnilega að þú sért að styrkja gigg og hærri fjárhæð en þeir eru að gefa okkur í samstarfinu sko. Já. Og að þeir hafi tekið eftir okkur í gegnum þín viðskipti við Gæti alveg verið sko. Þú ert væntanlega búin að vera diggur viðskiptavinur. Já, og þessu. Ég bara er hugsað því ég er að fara að flytja bráðum, ég er bara að nota Giggó í allt. Já, og ég er eins sko, það er engin handlagni í mér sko. Nei, en svo er þetta ekki bara flutningar, þetta er bara bókald eða veislustjórn eða hvað sem það er. Mögulegt. Þannig að bæði fyrir giggar að núti sem vilja fara að sækja auka cash og fara að gigga þess, eða fyrir þá sem vantar aðstóð, þá er það Giggó og náðu í appið, Giggó.is og aðalega appið, Giggó appið. Mér langaði að spyrja það líka út í að þeir nú eru með meiri hluta sem aðhyllist 35% magni af íbúðum í dag eigi að vera óhagnandrifin leigufélög. Kallar þú leik þátt á þetta? Nei, ég held sem mjög mikilvægt. Er eitthvað til sem þetta er óhagnandrifi? Já, einmitt, það er góð spurning sko, en það er bara eins og Bjarg hefur verið að byggja, ég held að það sé komið 1200 íbúðir eitthvað. Já, og 30 milljarða EFI. Já, og það er, sko, markaðurinn þarf að rúma mjög mismunandi íbúðagerðir og fyrir mismunandi hópa. Í dag er alltaf mjög erfitt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkað og það er ekkit bara út að það vantar íbúðir, það er bara ástandið. Við erum alltaf bæði að koma út úr COVID og við erum að koma út úr það stríði í Úkraínu byrjaði, þá bara breyttist ýmislegt og svona kannski erum að klára einhverja óðaverðbólgu og Seðlabankinn setur einhverja reglur og það er ekki ennþá 90% lán og það er erfiðar að fá greiðslumat, vextir eru háir, það eru of háir vextir líka fyrir uppbyggingaraðila, þannig að þetta mun að einhver leyti leysa sig sjálft þegar vextir fara niður, en ég held að þurfi bæði enga framtækið og eitthvað svona óhagnaðardrifið að vinna mjög vel saman. Já, maður líka velti bara fyrir sér að því að þú ert vinstri maður núna í grunninn, sko... Jafnaðarmaður. Já, jafnaðarmaður, sorry. Þarna, ég velti bara fyrir mér svona inngrip stjórnvalda almennt í staðin fyrir að láta bara markaðsaðala ráða þessu og þeir sé að stýra eftirspurninu því að þeir þekkja þetta betur heldur en stjórnvald, kannski er það miskilja þetta. Nei, það er svona gamli blauti draumur frjálshyggjumannsins, bara að láta okkur í friði. Við leyfið bara markanum að sjá þetta. Meira þess að Jón Ásgeir segir í bókinni sinni sko, að það vantaði meiri reglur fyrir bankarhunnið. Vegna þess að kapitalistar eins og hann, þeir ganga eins langt og mögulegt er. Við sem þetta líka með sko, frægasta dæmið bara með tóbaksindustríin sko. Þeir bara djöflast endalaust áfram sko, þannig að við getum ekki alveg sleppt þessu lausu. En það þarf bara einhvern veginn svona, auðvitað þarf reglur, samkeppni getur verið að einu góða og ég held við getum aldrei treyst á að það séu bara óhagnaðardrifin félög eða ríki eða sveitafélög sem er að byggja upp, auðvitað ekki. Við þurfum, eins og ég nefndi áðan, við þurfum kapitalistana til þess að geta til þess að fjármagna eitthvað til þess að fjármagna velferðina. Já. Til að fjármagna það sem vinstra fólki við getum ekki tekað á honum. Tage Erlander, þetta var king sko. Þetta var king að Tage Erlander. Það er klárt mál. Við ætlum að færa okkur í reksturinn. Já. Færa okkur í tannhjólinn á reksturinn. Á sem þetta snýst allt um. Já, og það er smárikið. Það er opið lengur þar, opið til 12 helgar og 11 á virknum. Það þurfti að fá þá með sér í reksturinn. Já, maður þurfti að gera þannig bara. Fellsmúlir, Hundbær, Miðhrun og Bælind og svo getur náttúrulega voltað þetta bara heimtíðin ef sá gállin er á þér. Já. Og list. Við þurfum nú að vera með þátt bráðum þessu áfengislöggjöf sko, því að það er ekki sátt þetta í ríkisstjórninni og við þurfum að lesa þetta. Nei, já, þetta er náttúrulega þetta er löglegt í dag. Systembóla geta hann í Svíþjóð sko. Já. Já, list, sorry. Já, list. Þú mættir norður? Já, auðvitað fögur og frábær höfuborg sem við eigum hérna eins og Pétur bendir réttilega á. En svo vorum við með Perlu Norðursins líka í Akureyri og það er í listigarðinu meira að finna perlu inn í perlu. Rétt.
og þeir eru með 101 náttúruvín sem fullkomið fyrir vinnustæði, vinahópa, mataklúbba og það sem vilja upplifa vín á nýjan hátt. Já, þeir eru með námskeið. Hvernig á að drekka náttúruvín? Já, og svo ertu þetta með 2 fyrir 1 af köldum. Ef þú segir að katsendi. Og þarna eru skákborð. Ef þú og taka eina bröndóta, þá það í boði. Skákborð og Kaffi Vest? Það var, ég held að sé nú ekki lengur. Nei, þannig að græða það. Við þurfum að kippa til liðin. Já, klárt mál. Græðum það. Já, smá Kaffi Vest sjá þetta. Já, það sem ég átti við, bara að því ég ætla að taka aftur fram, sko, með rekstur í Vesturbænum, maður bara sér stað eftir stað að leggjast af þarna við Ægisíðuna og svo þetta bakari fræga, þetta hefur verið erfitt, Pétur. Af hverju gengur Kaffi Vest og af hverju svona erfitt að reka stað inn í hverfinu í Vesturbænum? Þetta er frábær spurning. Ég meina, ef við skoðum bara Björnsbakari sem var hérna lengi og nú er bara komin einhver íbúð og svo hérna í þessum Snæland vídeóhótel og kemur nýstaður eftir nýjan stað þar. Virðist vera erfiðar en kannski annars stað. En kannski bara erfitt að reka svona staðinn í hverfum almennt. Ég sko, rekstur á veitingahúsum og kaffihúsum er mjög erfiður. Þú veist, hérna, nú er Auðun Blöndal vinnur okkar sko Blöðurinn að fara með, hún segja nafnið á Fossin. Fossin. Já, hann var nú búin að skúpa því til okkar, Já, hérna... Einhver skilabóttir hans, ef hann að hlusta? Ég hef nú talað við Auðun rekstur og það er langt síðan, hann er búin að vera með þetta í maganum í langan tíma. Ok. Og ég sagði alltaf, don't do it. Nei, þetta er erfitt, sko. Við fórum á stað með Kaffi Vest með aðeins aðrar ambisjónur heldur business. Og það er, held ég mögulega að sé svolítið... Skín í gegn. Já, ég held að sé alltaf líkill að þessu. Við sögum alltaf að þetta væri bara, þetta væri svona samfélagsverkefni. Fengum, við erum 3 fjölskyldur sem erum með meirihluta þarna, en fengum fullt af fólki til þess að chippa inn með pening og gerðum þetta ótrúlega ódýrt. Þú veist, þó þetta lítið, þú komið að það, ekki? Já, þetta er fallegu staður. Ég var alveg farið út úr Kópó, Þetta er alveg fallegu staður, en þetta var meira og minna eitthvað drasl sem við settum saman, sko. Hvað var þarna áður? Apótek, maður. Já, ok. Apótek. Og hérna, ég held að það sé kannski fyrst og fremst skipulagsmál, af hverju þetta er að ganga vel. Við erum hérna nálægt melabúðinni og það er bakari við hliðina á okkur, kaffi, hamborgara, hagavagnin hérna, og sundlaugin. Og það er mannlíf. Það er mannlíf og þetta verður svona meeting place. Fólk hittist á kaffihúsinu og það er mikið að gera frá morgni til kvölds. En þetta er engin business. Við erum bara nokkurn veginn á nullinu. Við erum múlið reykjandi 11 ár. Og það er sko, og það er allt í lagi. En það er ekki gaman þau ár þegar við erum í mínus. Þú veist, það kemur alltaf í COVID og svona, það var erfið ár. Þannig að það súrnar fljótt eða það verður í mínus. En þannig að við erum alltaf aðeins norðan við nullið, sko. Óhagnaða drifið? Já, akkurat. En við erum bara mjög stolt af þessu og þú veist, hérna... Sko, öll hverfi er bara mismunandi, þú veist, og það hefur einhvern veginn verið smá, við höfum fengið smá stikk, skilur við, Kaffi Vest og eitthvað svona. Lattilepjandi. Já, þetta dót, sko, það sem er allt í góðu. En, þú veist, við förum upp í Graf og spilum golf eða förum í Keilu og, þú veist, öll hverfin hafa sinn sjarma, þú veist, var ekki MC Gauti með einhverja tónleika upp í Breiðholt daginn, skilur við, þannig að, þú veist, hverfin öll eru mismunandi og bestu borgirnar eru byggðar eins og þorp. Það eru mjög mismunandi þorp. Meira sem stærstu borgirna, Tókíó, 30 miljónum manns, eru með svona pockets, svona þorp sem eru sjálfbæri, það er mest þjónusta, þetta er 20 mínúna hverfi sem er mjög þekkt, sko. Og Vesturbær er náttúrulega bara fyrsta útkverfið og er náttúrulega bara þroskað sem slíkt út af það er mikið mannlíf og fólk er mikið að labba og svona. En svo eru önnur hverfi, máum minn býr upp í Úlfarsdal, alveg við Úlfarsfellið. Bara æðislegt útsýni og bara mikið útivist að perla, það er bara annar lífstíl og þau eru frábælega glöð með það og ég held að fólk sé flest mjög stolt af hverfunum sinum. Það er mjög gaman. En við megum ekki vera með eitthvað us and them, það er alltaf eitthvað svona klassísku bandir, skilur, að hata val og svona, það er bara fínt. En hérna, þú veist, við erum bara öll í þessu saman. Þó þetta sé allt mismunandi, þá hérna, þú veist, það er ekkert víst að Kaffi Vest myndi virka þú veist, í Breiðholtinu, ég veit það ekki, en sko, eða, þú veist, Keilubraut eða Egilshöllin í Vesturbænum, þetta er bara allt mismunandi, en allt hefur sinn sjarma. Já, klárt. Og af hverju Kaffi Vest virkar,
virkar það, ég veit það ekki, þetta er núlni sko. En þetta er allavega skemmtilegt. Já, búið að lengi líka. Þetta er klárlega mikið skemmtilegt. hrós, Já, geðveikur staður, sko. Mikið hrós takk og við fyrir. Vesturbæingar erum ykkur þakkláttir. Við ætlum að tala aftur tannhjólin, ég kannski minnist eldsnögt á heimaform. Já. Pétur Martins er í frábæru formi, aldrei að vita nema hann sé að leiða einhver tæki af heimaformi.is. Já. Það er frá 4 og 9 mánuði, ég vildi ekki gefa það upp í síðast þætti. Nei, nú viltu að gefa það. Ég gefa það bara upp núna. Ég er með spinning í hólið frá þeim og ég er svona spá í lóðarakkanum líka. Já. Bæta svona aðeins. Ertu alveg með aðstöðu heima fyrir þetta? Já. Þú bara gera hann klára? Já, ég. Móðin er ekki bara undir rúmi og ekkert. Nei, það er allt tróðfullt undir rúmi á mér. Að David Jones stöðum. Nei, við tölum ekki meira það. Þú talar það að rýna í kostnað og taka til. Já. Sko, nú vorum við að tala við Heiðu og hún sagði að það var allt í toppstandi en er allt í ólæstir hérna í fjármálunum? Nei, sko, þetta er litið áhugavert. Sko, samfylkingin hefur verið núna sleitulust í 12 ár við völd í borginni. Á hverju einasta ári þegar það verið að rýna í reikningin eða ný fjárhagsáætlun sett út, þá kemur frá minnihlutanum að Reykjavíkurborg sé á haustnum. Þetta sé ósjálfbær rekstur, þetta sé á haustnum. Þráttur að við höfum gengið í gegnum COVID og við höfum gengið í gegnum þessa kreppu sem er búin að vera, þá lítur reksturinn ekki illa út. Flestar kennitölur reksturaðins, og ég er aðeins búin að rýna, bear with me, sko, ég er ekki djúpur í reksturinnum ennþá. En ég er búin að skoða aðeins svona kennitölur, bara eins og maður skoðar ársreikningi af fyrirtæki. Flestar svona kennitölur líta ágætlega út. Sko, og það er aðeins ótrúverðugt þegar maður heyrir sko á hverju ári 12 ár að Reykjavíkurborg sé á haustnum og þetta sé svo fáralega illa rekið frá minnihlutanum að bara akkur borgin er ekki komin á hausinn. Ég skilja það ekki. Já. En sko, það er sko auðvitað þarf að rýna í allan kostnað og það er nánast svona náttúrulögmál þegar fyrirtæki og hið opinbera er að stækka. Það hefur búið að vera mikill vöxtur. Það hefur búið að vera mikill vöxtur í Reykjavík. Mikið byggt, mikil fólksfjölgun, að þá verður eitthvað svona leigir af millistjórnendum og þú veist, það er ráðið nýtt fólk. Jú. Og það þarf að velta við hverjum einasta steini, tékka á hvar er hægt að hagræða til þess að veita betri þjónustu. Menn að þjónustan í dag er að klikka á sumum stöðum. En ég held að samfylkingin hafist og meirihlutanir undanfærið, við höfum ekki gleyma Nei, þeir eru ekki eini í þessu. Nei, en sko, ég held að bæði Dagur og Einar Þorsteinsson hafi gert mjög vel þegar þeir byrjuðu að hagræða á sínum tíma og spara. Já. En það kannski þarf að gera meira. Það er örugglega eitthvað sem má missa sín í kerfinu. 100%. 100% örugglega. Ég er búin að identifera Ég reiknaði þetta á hann, já, 100%. Já. Ég er búin að skoða ýmislegt. Sko, ég held að séu ykkur 200 milljarðar sem við erum með í tekjur. Tekjustofnin er ekki vandamálið. Það er kostnaðurinn. Það þarf að rýna kostnaðinn og í dag eru 51% held ég alveg örugglega að sé sem er launakostnaður og þetta er svona svipaða tölur og kaffihúsinu. Við erum að velta 200 milljónum og 51% er launakostnaður. Þannig ég þekki hérna rekstur sjáðu til. Nei, það er til dæmis hvað er mikið veikindadaga. Það er eitthvað sem þarf að skoða og rýna og þetta eru mikið leikskólakennarar og kennarar og fólk sem er að vinna í félagsþjónustunni sem eru með meiri veikindaga og það þarf bara að rýna það. Hvernig getum við einhvern veginn minnka það. Við erum aðeins með meiri veikindaga svona hlutfallslega heldur en löndin sem við erum að bera okkur sama við. En, bara skjótinni, þetta er samt mjög slæmt hlutfall hjá öllum sveitarfélögunum. Sko. Þannig að þetta var ekkert Reykjavík var ekkert komið sérstaklega illa. Það er ekki munur á því. Það var ótrúlega 7-8% bara hjá öllum. Sko. Já, og hvort það sé eitthvað mygla eða hljóðvist eða, ég veit það ekki, sko. Þetta er rýna. Já, eða bara eins og viðskiptaráð þau talaðu og þeir dóldi að opna umræðuna varandi þetta er að þeir tala bara að einhverjir svartir sauðir séu að nýta sér bara kerfisfræðingar, séu bara að nota sér kerfið, nota sína veikindaga. Ég er ekki að segja það, en þú veist, það er skrítið á með 7-8% veikindahlutfall hjá Reykjavík og öðrum sveitarfélögum, 2-3% almennum markaði. Þá er eitthvað að. Sko. Já, þetta er aðeins önnur störf, sko, en það er sama. Þú veist, ég meina,
fólk sem að vinna með litlum börnum á leikskólanum sem með hór og að skipta þeim og svona, þannig að það gefur auðvitað, það kannski meira þar. En við erum að bera saman þessi hlutföll með það kannski önnur lönd, en við berum saman við sveitafélaginu í kringum okkur, þá er þetta mjög svipað. Þannig að Reykjavík ekki að gera neitt öðruvísi heldur en hinn sveitafélagin. En það þarf að rýna í allan kostnað og það þarf að skoða þessi svið, hvort það sé hægt að minnka þau, án þess að það komi niður á stoðþjónustunni, servicenum bara við fólki í borginni. Og það væri óskandi að það væri þetta ekki taka tilbeint í reksturinn en rýna þetta en á sama tíma bæta þjónustuna. En svo ýmislegt annað sem bara, flækjustíg. Það einhvern veginn, ég hef aðeins verið hinum með við borðið. Ég hef opnað kaffihúsi eins og það búið að koma fram og kekshostel og ég hef verið í aðeins svona byggingaframkvæmdum. Og það mikið flækjustíg. Manni finnst það bæði taka langa tíma, það eru margir sem þurfa að koma að hlutum. Að opna kaffihús, þá sendum maður fyrirspurn, hvernig myndið þið taka þessu og þau segja við erum ekki ráðgefandi en jú, þetta stemmi við aðalskipulag og deiliskipulag. Síðan þarf maður að hafa samband við heilbrigðiseftirlitið og lögregluna og slökkviliðið og byggingafulltrúa, þetta er lítið mörg svið og ég var í Svíþjóð á síðast ári og félagi mér var að opna kaffihús á Södermalm í Svíþjóð og hann baði mig að aðstofa sig og ég segi þú verður að tala við heilbrigðiseftirlitið og lögregluna og byggingafulltrúa og verður að senda inn aðaluppdrætti og eitthvað svona, hann bara Nei, ég með blað hérna, ef ég uppfylli allt þetta á blaðinu og ég að fara að opna kaffihús fyrir 50 manns. Ef ég uppfylli þessi atriði, þá þarf ég ekki að tala við neitt. Þá má ég opna á morgun. Þá má ég bara opna. Og svo bara úttekt og ef ég uppfylli ekki það sem ég segist uppfylla, þá lokaði og ég fæ sekt. Þannig að ábyrðin öll á rekstraraðalunum. Þannig á þetta að vera. Og núna ég að benda á sjálf á mig. Já. Ábyrðin á öll á rekstraraðalunum. Í staðin fyrir að ábyrðin einhvern veginn aðeins á Reykjavíkurborg, á heilbrigðiseftirlitinu og Reykjavík að taka á sig allt of mikla ábyrð. Meðan þau sem að fara vilja að selja þér bjór eða kaffi bara bera algjörlega ábyrgð á því. Þeir þurfa bara uppfylla, það verður mjög skýrt. 50 manns, þú veist svona mörg klósett, þetta er eldvarnadæmi, það er í lagi, allt þetta er í lagi, flóttaleður og svona, þú bara veist það, gerir þetta og opnar. Þetta myndi einfalda svo mikið og þetta held ég víðast hvar í kerfinu að það væri þetta að einfalda. Og ég held mögulega að fólk sem algjörlega kemur ferst að borðinu með þessi sjónarmið gæti mögulega fundi þessi flækjustig. Já, klart. Ég veit að Jóhann Páll, samflokksmaður Péturs, hann búin að vera að kukka aðeins búin að einfalda þetta, veit ég. Enda hann búin að þessi frábælega sér ráðara. Já, en skipulagsmál hjá borginni eru alveg sér út af fyrir sig og gott að fá einhvern sem hefur verið báð með borðið til þess að taka á því En kannski eitt sem við langar að taka því að Pétur nefndi þetta og ég svo hjartanlega sammálunum að því að máli að núna tilkynnt að vera afgangur hjá Reykjavíkurborg og ég nefndi þetta við Heiði síðast að þetta að aðalatrið fyrir mér sem ársækninga pervert mikill að ok, út með afgang en það ekkert máli að bara hækka skatta eða fæ bara aukna arðgreiðslu frá Orkuveitinu hvernig það þróun hvernig kostnaðurinn og hann 7-8% og ég var að reyna að hamra á henni, það hlýtur að vera, ég nefndi náttúrulega mannréttindastofu Reykjavíkur sem ég oft nefnt og talaði að sé ekki vera að brjóta mannréttindum mínum einhvern veginn Kópavogi, þó að sé ekki mannréttindastofa bæði, en það hlýtur að vera hægt að taka til hérna í reksturinn og það allt of mikil yfirbygging, alltaf ég var að gefa mér. Já, og ég held ég geti bara, held ég sé sammála, en ég þarf bara að rýna þetta betur. Mannréttindastofa eitt gott dæmi sem ætti bara að vera svona gegnum gangandi í öllu starfi borgarinnar, bara hvað mannréttindi, við bara fókusum það, bara erum við ekki að standa okkur gagnvart öryrkjum eða fólki sem mest hefur það í samfélaginu og við bara, það á allstaðar að vera, bæði í skipulaginu og velferðarþjónustunni og skólunum og leikskólunum, allstaðar það þetta að vera, hvort við þurfum að vera með sér stofnun þetta. Ég efast það, ég alveg opinn fyrir því að allstaðar að taka burtu einhverja fitu. Já, málið, þetta ekki beint fita, en þetta ekki endilega lögbundið hlutverk sveitafélagsins. Nei, einmitt. Og það að fyrsta sem við erum að gera. Við erum að skoða hvað lögbundið hlutverk, erum að standa okkur þar og þú veist að leikskólar ekki lögbundið hlutverk sveitafélaga. Nei, einmitt. Ég komst að því síðast að þetta.
Já, heiðu við það. Já. Já, menn þetta mjög áhugavert, það bara ný skýrsla komin út núna og þetta eitthvað samtal sem ég held að við eigum að eiga við ríkið og samfélgir náttúrulega kjörstöðu að Jú. eiga samtal við Heldur betur. Kei Frost Já. að leikskólastígi verði lögbundið sem gerir ákveðna kröfur á sveitafélögin en því fylgir þá eitthvað fjármagn og markmið náttúrulega bara að brúa þetta bil á milli fæðingarorlofs og leikskólans og þá þetta að gera meiri kröfur. Já, klart. Sammála því. Við erum að detta í seinni hálfleikin. Já. Og ætlum að taka stuttar auglýsingar áður fyrir seinni hálfleik. Er það ekki það sem menn gera þegar þeir taka hálfleik? Já. Það er orka náttúrunnar. Nýttu þér sjálfbæra orku á ábyrgan hátt og fáðu betri kjör með heimilisrafmagni og einfaldari heimalhæðsla og sjálfbærari orkuframleiðsla. Og svo erum við Dynout, ég talaði um það í síðasta þætti en þau vöktu mikla lukku að minnst ákvæmstu á mínum bæ gjafabréfin. Gefðu upplifun, gefðu valkost, gefðu Dynout og svo erum við happatreyjur að við erum að fara okkur í fótboltan. Pétur, hefur þú gerst svo frægur að fá happatreyju að gjöf eða gefið jafnvel happatreyju? Nei, hvað er happatreyja? Þetta er frábært konsept sko. Þú fær ösku, kassa og inn í honum með treyja. Þú veist ekkert hvaða treyja. Okay. Það er að vinna svolítið með ensku deildina núna sko. Já. Ég fekk Portveil síðast. Okay. Því lít sátt með það. Já. Það er Stók. Já, er það Stók? Já, ekki Portveil í Stók. Jú, það er Stók on Trent. Já, glæsilegt. Við skulum bara vinda okkur í ferilin. Já. Við tökum bara uppafið á ferlinum á hundaveði. 90 til 95 fram, leiftur aftur fram. Sko, þú skoraðir eins og óður maður með liftri. Varstu hafsend á þessum tíma? Ég var miðjumaður. Eins og er í dag núna, jafnaði maður og miðjumaður. Já. Vinstra megin eða? Nei, ég var bara akkurat í miðunni. Ég var sókjar við miðjumaður með þessi liftri. Já. Þetta var áður en liftur fekk nafni Kiftur. Þetta var áður en allir landsliðsmenninni komi. Ég fór þetta bara 92, sko. 18 ára fór ég í liftur. Já, við getum alveg talað um það, sko. Ég held ég að vera svona frekar efnilegur. Var að byrja að spila með meistaraflokki Fram. Það spilaði í Evrópukeppninu og svona með Fram. En var aðeins svona, hvað að segja, svolítið tindur eða ég var vini mínir voru allir hættir í fótbolta og það var sko, maður byrja í Vestló og það var mikið djamm og svona og ég var ekki alveg að ná að fóta mig. Ég var semst að vinna og var í skóla og var að spila fótbolta og djamma og ég bara þurfti að komast burtu. Þannig að pabbi fekk þjálfaradjobbið í liftri. Hann er semst fæddur Ólafsfirði og á ættir að reykja þangað. Og ég hugsaði bara, ég verð að komast í burtu. Ég verð að einhvern veginn aðeins ná að kjarna mig. Og það er líklega besta ákvörðun sem ég hef tekið. Ekki víst að fótbolta, jú, ég held það líka. En þar hitti ég konuna mína. Hún var yfirmaður minn í unglingavinnunni á Ólafsfirði. Já. Létið strýta þar. Já, bara ári eldri, hún var samt yfirmaður. Já, var yfirmaður. Hvenær fattaru, hvað er gamall að fattar hefði, ok, það er eitthvað hérna, ég gæti orðið atvinnumaður, bara raunverulega? Sko, það er svo breytti tímastrákar. Sko, 92 og 93, þá eru ekkert margir atvinnumenn. Þú veist, Rúni Kristins hafði farið út og Siggi Jóns og allir gömlu, sko, en það voru ekkert margir Íslendingar sem voru að fara út að spila. Þannig að ég er alinn upp að hluta til í Belgíu. Pabbi var atvinnumaður í Belgíu. Hann spilaði með Royal Union sem er núna... Sem er í Champa League í dag, sko. Já, akkurat. Og spila sama velli og svona. Já. Þannig að ég bý í Belgíu, sko, og bara fer með pappa á æfingar og þú veist, það er til myndir af mér bara með honum á æfingu, þannig að þú veist, þetta er alltaf verið bara, þetta er svona nepobörnin, sko, þú veist, alltaf leikarabörnin að, þú veist, fara í leikhúsið, þú veist, það bara lá alltaf beint fyrir að ég væri í fótbolti, ég hugsaði aldrei út í það. Þetta var bara svona hluti af mér, bara identity eða bara hver ég væri. Og við byggum í Belgíu semst í 3-4 ár, síðan flyttum við í Breiðholti og ég byrjaði í Leikni og það var semst það var svona hálf klúðurslegt, sko, það var engin sjötti flokkur minni með, þannig að við vorum eitthvað að æfa með 6-7 ára, sko, maður bara á stígvélum æfingu og við ákveðum, held ég, við erum 6 ára held ég, við ákveðum að fara í Fram og bara þangað til ég er
bara fyrir leiftur og bara tekum maður strætónir í framheimili 4-5 sinnum í viku og þessi gaurar sem voru í stjórn fram og voru í kringum fram dásamlegt fólk. Þeir ólu okkur félagana jafn mikið og foreldrarnir. Voru meira í Safamýrinni heldur en heima hjá okkur. Og þar fær maður bara gríðarlega gott fótbolta uppeldi og bara almennt uppeldi. Frábæri þjálfarar og gott fólk. Þannig að sko, ég byrja ekkert að hugsa atvinnumennsku fyrir en sko, ég kannski 21 árs landsliðinu. Þegar sko, það byrja klúbbar eitthvað að heyra í manni og það voru stóri klúbbar sem byrjuðu að heyra í manni og þó ég að fara í leiftur þá held ég kannski þetta að vera búið þá fer ég eitthvað svona að skoða fyrir unga hlustendur, hvað er leiftur? Leiftur, það er ekki til lengur sko. Það er KF, það er knattspyrnufélag Fjallabyggðar í dag. Leiftur er bara, Ólafsfjörður sem er núna 700 manns, ég held að það eru 1250 manns sem byggu þarna þá lið sem fór bara í Evrópukeppni og bara muni ekkert eftir þessu. Jú, þeir voru með eitthvað stjörnulið einu sinni ekki. Jú, eftir að ég við erum svo ungir sko. Já, eftir ég hætti, þá er það bara með, Arna Grétars og Auðun Helga og Pétur Björn Jónsson og fullt af útlendingum og bara geggja lið sko. Þeir mættu með stóru selin og sóttu Pétur. Nei, ég var áður sko. Ég fekk hann byrjaði vegferð. Þar fekk ég fyrstu launin í fótbolta. Það var ég sko með ávísunarhefti frá Sparisjóði Ólafsfjarðar. Já, geðvigt. En þá komst ég í landsliði sko, A-landslið, spilaði A-landsleik sko, ætlis ekki 19 ára, á móti Bandaríkjunum. Já. Og í kjölfari þá byrjaði síminn að hringja hjá foreldrum mínum, þetta er fyrir GSM símanastrákar. Jú. Þá bara, eða mér sér faxtæki, mamma var með eitthvað business og faxtæki byrjaði að rúlla og það voru háskóla frá Bandaríkjunum. Já. Þá byrjaði þeir að bjóða mér út í háskólanám, full scholarship og þá er ég einhvern veginn svona, ég er komin leiftur í annarri deild, ég sá þetta ekki alveg fyrir mér að ég væri að fara að verða atvinnumaður. Og það var alveg jafn spennandi að fara í skóla til Bandaríkjanna. Og síðan fer ég fram aftur og ég er eitthvað að tala við þessa skóla og við kona mín ákveðum, kýlum á það, tökum Bandaríkin og ég skráði mig í nám, tek hana TOEFL, þá þóttum að fara til út á Keflavíkurflugvöll og taka SAT og TOEFL, þessi próf til þess að komast inn í skóla og ég skráði mig inn í Berkeley í San Francisco í læknisfræði. Já, auðvitað. Og það er bara full scholarship og housing og allt, bara hús og nám, frýtt og meir sér framhaldsnám fyrir kona mína. Og þegar við erum bara undirbúið þetta. Það er ekki smá pakki sem við verðum að bjóða þér hérna, sko. Ef við pælum í launum, sko, í dag. Já. Þetta kostar örugglega 10-20 milljónir ári, sko. Akkurat, mitt. Nei, þetta er svaka tækifæri. Í dag er miklu fyrir ekki sem gerir þetta, sko. Rikki Dada hefði farið, sko, Rikki Dada fór í Kolumbía og tók hagfræði, undergrad í hagfræði. Það er sama, sko. Og svo hélt hann í atvinnumennskunni áfram. Ég fæði þá símtal frá Hammarby. Og ég hafði aldrei heyrt klúbbinn, sko. Það var gegnum Hörð Helga sem var gamall svona legend í Val. Hann hafði spilað með einhverjum Svíja sem var farin að þjálfa Hammarby sem hafði séð mig með U21 og þetta er 95? Þetta er 95 sko. Og ég skrifa undir fyrir Hammarby þá bara ákveðum við, við tökum 1-2 ári í Svíþjóð og getum að tekka á þessu námi í Bandaríkjunum eftir það og ég endaði að vera úti í 12 ári. Já, resti history sko. En maður var einmitt að fletta í gömlum íslensku knattspyrnu bókunum hjá Víði sig í dag og sko, þetta lið hjá Fram, það skýt fellur á 95. Já. Og maður hugsar áhugavert að fá múf í atvinnum, sko, Hafsend, ég held að það fengi á okkur 39 mörk, eða varst þú bara, hefðu fengið á okkur 100 mörk, eða þú er ekki verið að Nei, sko, þetta er sko Fram á þessum tíma, stórveldi, Safamýra stórveldið, er í smá transition. Þessi kallar sem ég er að nefna á þetta fólk sem ól mig upp, eru farin úr stjórnin, það er komið ný stjórn og þau eru aðeins í svona football manager. Þau eru aðeins að, nú er nútíminn komin og við ætlum að breyta til. Réðu pappa sinn þjálfara, rákan eftir 3 leiki. Eftir 3 leiki? Já, 2 eða 3, mann ekki hvort það var. Og ég er þarna samningsbundin á þess að vera á launum, það var engin launa sko. Og ég er samningsbundin, þannig að ég á mjög off-season, spila ekkert alla leikina og er svona, og þá er ég bara með hugan við Bandaríkin, ég er bara að fara í skóla.
en í 21 árslandin, ég fyrirliði 21 árs og spila á móti Svíum og maður leiksins þar og þannig bara byrjaði boltinn að rúlla. Ég man sko, ég hafði ekki heyrt Hammarby, en ég hringdi í Rúna Kristinn sem var í Örgríte og Arnór Guðjón sem var í Örebrú og spurði bara, þetta Hammarbylið, þeir hefðu fallið árað undan í næstefstu deild. Hringdi þá og spurði bara hvernig þetta væri og þeir sögðu bara, þetta passar vel við þig, bara do it, þetta skemmtilegu klúbbur. Og ég hef nú ekki þakkað þeim fyrir þetta algjörlega meiri hátta klúbbur. Já, hann heitist rétt hjá þeim. Sósíaldemokratísku klúbbur, hann meiri hátta sko og ég fer að ná að spila 96 og 97 er hún fyrirlið liðsins, einu útlendingun í liðinu og 98 gengur mjög vel aðra ársins og besti varnarmaðurinn í deildin og svona, það var svona topp tímabili mitt og þá stóðu mér þá voru margir klubbar sem voru eftir mig þá, en ég þurfti að fara í aðgerð á Nára veturinn, þannig ég ákvað að taka eitt svona millistig í Stabæk í Noregi. Sem að eftir að hyggja voru líklega mistök. Ég held að það væri bara svona, það væri þetta stór, svona flottu klubbur þá, mjög góðu leikmenn og líklega bara eitt svona dýrasta liði í Skandinavíu á þeim tíma. En það var bara gekk ágætlega sko, en það var aldrei, ég var mikið meiddur og þetta skref sem ég held að kæmi strax bara árið eftir kom ekki. Ég veit þetta algjör ef og hefði og maður veit aldrei hvað orðrúmar og hvað satt, en hvað lið voru á bankadyrnar á þessum tíma, manstu það? Þegar á viður Stabæk síðan? Já, ég var búinn að skrifa undir samning við AS Róma. Það er svoleiðis. Já, og það var sem sagt allt klárt, en ég bara þurfti að vera í aðgerð og ég meira sem fór, það var eftir Þið munum eftir leiknum með þau kannski heyrt leikinn Ísland-Frakland. Já, við erum ekki svo ungir, já. Nei. En þú veist, daginn eftir, bara kvöldið eftir þann leik, þá fer ég til Rómar og þessi bara komdu í jakkafötum og konaðin með, nú bara presskonferens og við skrifum undir. Alda er að hætta sem var brasilísku maður sem var orðin eldri og þú ert að taka við á honum. Já. Og bara og samningu klár og allt tilbúið. Svo kem ég á flugvöllin og þá kemur einhver sendisveit á móti mér á flugvöllinum og þá er eitthvað svona reikistefna, þau tala ekki alveg ensku og ég er ekki með eitt umboðsmann, ég var ekkert í því sko og ég skil ekki alveg hvað ég giggi sko, bara ef við ekki fara inn í borgina, nei, við erum að taka flug til Cagliari á Sardiníu og ég bara, akkur, við ætlum að lána þið þangað ekkert að spurja mig sko og ég bara og ég og Unnur, kona mín, bara við förum ykkur flugvél bara eitthvað engavél til Cagliari og þar tekur ykkur forseta á móti ykkur dinner, þeir yrtu aldrei á konuna mína og þú veist, töluðu ekki ensku, þetta var mjög skrítið og ég hugsa bara, ég nenni þess ekkert þannig að ég basically bara fór í staðan fyrir að fara reynsli til Cagliari? Nei, reynsli, þeir ætlaði eða lán, segja mér þannig að ég bara, og þá var ég svo kokki sko, þá voru sko fleiri ítalski klubbar og spænsku klubbar og þá voru enski klubbar, þetta voru semst kallið var heitur en svo bara klúðrast þetta allt Þetta er alveg rosalegt ef að hefði maður. Já, það er svo AS Róma, já, það er flott til það. En sko að því að ég verði að spyrja út í Stokkólm aðeins sko og Svíþjóð, sænsku stuðningsmennir voru þeir jafn bilaðar á þessum tíma og maður hefur heitt að þessu í dag? Já. Blóðheitir, það gengur vel og þeirra gengur illa. Já. Þú veist það er rosa sko ég sagði á henni að vera alltaf að hata Val sko, þetta er svo saklaust eitthvað sko en þetta er ekkit saklaust úti. Þú veist, það eru 3 lið í Stokkhólmi reyndar aðeins Brommapókan líka, það er AIK, Djurgården og Hammarby og þegar þessi lið spila þú veist, þá eru 500 lögreglumenn og hestar og þú veist, þetta er í Stokkhólmi sko þetta er í Svíþjóð, það er allt crazy sko og ég hef spilað marga leikir bara sem þurfti bara að blása af út, það var mikið óeirðir bara furðulegt sko en það er skemmtilegt, ég mæli með því ef fólk er eitthvað, þú veist, hefur mikið áhuga á fótbolta og er í Skandinavíu, farið á leik þú veist, það er líka í Danmörku sko en ef þið er í Stokkhólmi, bara endilega þið getið séð derbileik í Svíþjóð. Þetta er ekkert hættur þetta nokkuð? Nei En bara maður hefur séð myndskeiðar af þessu eins og Leifur að tala um sko, þetta er alveg já, þú veist, og mér finnst þegar maður sér þessa myndklippur og þá svona, þegar við erum að tala um og varst í bestöldin eða á Íslandi þá nú fannst hann út þú veist, ég veist kannski á Íslandi þá þið tala niður skandinavísku deildinar og fólk áttar sig ekki á stærðamunum sko. Nei,
Hann og það gæðamunur líka. Það er töluverður gæðamunur. Það er allt annað tempó og það er allt svona hugmyndafræði og eflaust hefur fótboltinn þroskast og þróast inn á Íslandi mjög mikið og margir góðir þjálfarar sko. En þegar ég kem út sko, mér fannst ég ekki bara kunna taktík þegar ég kom út sko. Nei. Það sko, Svíinn var rosalega taktískur og bara kenna hvernig á að spila vörn og gegenpress og þetta dót sko. Það var að byrja þá sko. Já, ok. Já. En þú, sko, var þetta stundismenn að þú upplifir bæði bara að vera maður tímabilsins og séðan líka þegar þú kemur aftur 2006 og þið fallið úr deildinni. 2006? Já, var ekki 2006? Nei, ég fjall aldrei, ég bara... Hammarby fellur, ekki 2006. En þá var þú kannski farin? Nei, ég kem aftur... Já, 2006, þegar ég farin. Já, setna. Já. Ertu það farin 2006 þegar þeir falla? Nei, við vorum ofalega 2006. Ertu með þetta fyrir fram að það? Já, ég held að vera með það. Gæti alveg vera heima. Nei, við vorum í topparatu, sko, 2006. Og ég spila síðasta leikinn í bara miðjan desember á móti Brömbi í einhverju svona Royal League og sem var einhver svona skandinavísk deild og þá erum við bara í góðum gýr, sko. Þeir fjallu kannski árið eftir. Já, mögulega. Já, það er rétt þess. Já. Þetta er á mér. Þá fór hann í Káir, sko. Já, þá fór hann í Káir, já. Þá getur lengur fann, sko. Gott og vel, sko, þú fær frá Stabæk til Stoke og Gauði Þórðara þegar Stoke. Ég verð að spyrja einu. Já, gjörðu svo vel. Hammarby. Sko, það er borðið þarna ennþá í Hammarby. Hvað heldur þú hafi gert hann að stuðningsmenni bara gjörsamlega elskuð? Já, þetta er líka riddarspurning. Já. Nokkrar. Já, ég veit það ekki sko, þú veist það er náttúrulega, ég er fyrirliði og þá er maður einhvern veginn svona í forsvari fyrir leikmennina, þú veist, ég var oft í viðtölum og ég kannski svaraði óhefbundið eða eitthvað, það varði eitthvað svona kvöld, þetta snýrist ekkert mig og ég held að sko, svona legend statusin á mér í Hammarby er miklu meira heldur en hvað ég var góður hana. Ég held það í alvörunni og hefur hún ekkert með mig sem persónu, þetta bara verður eitthvað svona stemning í kringum eitthvað leikmann. Þú veist, út að það gengur vel þegar ég er þarna og gekk vel á mér en gekk vel á liðinu og þá bara verða þeir að búa til einhvern prófíl. Ég hef ekki skýring á þessu. Nei. En þetta var mjög merkilegt, sko. Það veist, bara, maður gæti ekki almennilega verið út á götu í Stockholm. Þetta er fyrir, sko, selfies og símana, sko. Þú veist, það er bara fullandi menn sem bara má í faðmaði. Þetta er mjög furðulegt. Ferðan þá völlin að það? Já. Við þurfum að næst pingar okkur. Já, hvað, 300. þátturinn verði bara í Stockholmi? Já, klárt. Sko... Klikka heima hann það, Já, það er engar okkur veið. Ég er mannlegur. Hvort það skemmtilegra í Stabæk eða Stoke? Stabæk Stoke er náttúrulega eiginlega svona hálfgeir sorgarsaga. Ég er middur meir og minn, ég held ég er bara eitthvað 14-15 leiki eða 16 leiki eða eitthvað, ég man það ekki. Jú, eitthvað svo leiðis. Já, og þú veist, ég kem hann út og það er náttúrulega smá saga og baka, ég ætla ekki til Stoke sko. Ég var með aðra klubba lænað upp, það var í Þýskalandi og Belgíu og svona stærri klubbar heldur en Stoke kannski, eða allavega svona ofar í deildunum. En ég er eftir tímabilið þá, hvað ætla að segja, 2001 líklega. Hvenær fer ég í Stoke, sér það? Er það 2001? Ég er ekki með þetta. Cirka þá. Eftir tímabilið þá fótbrotnaði ég. Og þá eru þessi samningar sem ég var með á borðinu bara búnir sko. Og ég hringi Guðjón Þórðarsson sem hafði líka sendt mér samning. Hringi hann. Þetta er ekki 2001? Jú. Já. Þetta er semst örgulega í desember eða nóvember eða eitthvað. Hringi Guðjón og var ógeðslega stressaður að segja bara, heyrðu, ég hefði verið búin að hringi hann og segja bara, heyrðu, ég er ekki komið í Stoke, sko. En hringi hann og segja bara, heyrðu, Guðjón, já, blessaður, það er bara geðveikt, er ekki að fara að skrifa undir og svona. Og ég segi, nei, veistu, ég var bara fótbrotna. Bara þögn í síman. Anskotin, við bara blóta og ragnaði mér, sko. Svo bara, jæja, heyrðu, þetta er 4 ára samningur, þú kemur bara eftir áramót. Og ég kem á hægjum, það er ekki gott start sko. Nei. Kem á hægjum út, Gauji komin einhvern veginn upp á kant við stjórnina og blöðin og eitthvað svona úti og svo er hann rekinn og Íslendingarnir basically öllum hent í burtu. Sko þegar þú, sorry, að því að þetta er svo fáralega áhugavert og við mátt tala um okkur langar að vera með sér eitthvað Stoke þátt sko. Já.
hvað voru margir Íslendingar þarna þegar þú mætir? Sko, Rikki Daða, Brynja Björn og Stefán- Bjarni. Já, Stebbi Þóruð að fara. Stebbi var að fara, þú veist, Já. þegar ég kem. Já. Þannig að ekki farið þannig áramótin þegar ég kom. En þú veist, að mæta þú veist, í klubbin á hækjum og síðan er skipt þjálfari, þetta var ekki gott start, sko. Svo fæ ég Tony fucking Bewley, sko. Já, þar hefst nú ákveðin umræðilegur, sko. Það er lengi verið mýta, við sáum að við Leifur ungir, sko. En við sáum bara að Tony Pulis greinlega hatar Íslendinga. Við sáum hvernig hann fór með Eðsmára þegar hann mætti Stók þegar við byrjum fyrir ekki með. Er það bara staðan? Nei, sko, hann náttúrulega hann sagði við mig að hann hefði ekkert á móti útlendingum en hún líkaði sérstaklega vel við mig vegna þess að you're the most British þannig að hann var basically talað í móti sjálfum sér nei, hann er bara með þú veist, dálítið svona gamaldags sína á fótbolta og vildi bara hafa sína bresku gæja í liðinu og þú veist, hann er bara þú veist, á þessu róli var í þú veist, League One og Championship þannig þjálfari algjör gamla skólagæi og það eyður að fara þarna og þú veist, það var sko perlum fórna fyrir svín sko. En var hann góðu þjálfari? Tony Pulis? Nei, það get nú ekki sagt það sko. Nei. Bara algjör gamla skóla, þú veist, bara kick no and run bullshit. og, já, bara in the tunnel, þú veist, það er no bullshit gæi sko. Já. Þú veist, það var ekki, maður lærði ekki mikið á honum sko. Já. En nú, eflaust gæti hann búið til stemningu með sínum bresku strákum sko. Já. En sko, talandi um stemmingu, sko, að vera þarna í Stók þegar að Gaui var þjálfari, Gunni Gísla, stjórnarformaður, var þetta ekki heldur góðu tími? Jú, en þú veist, þegar maður er í fótbolta og vill maður bara spila, þú veist, og að vera middur og vera ekki í formi og svona, þú veist, það er aldrei gaman. Nei. Og Stók þú veist, þetta er ekki eitthvað, þú veist, metropól, sko, þetta er ekki, hún var venjulega, sko, valin the worst livable city in England. Já, er það ekki staðin, eða? Jú, þú veist, en ég bjó dásanlegu hverfi, sko, hérna Já. bara svona í sveit, svona, sem var æðislegt, sko, bara the Midlands í Englandi, bara mjög skemmtilegt. En, þú veist, það var gaman, þú veist, kynntist Gauja vel og strákunum og, þú veist, það voru fleiri Íslendingar, þú veist, Dotti Guðjóns var hann í Aston Villa, held ég. Nei, hann var í Derby og Jói Kalli Aston Villa og Ívar var hérna og hérna Lárus Orri var hérna rétt það var smá svona, við hittum svolítið Brynja fór í Redding, strákarnir hittum svolítið þannig að það var alveg skemmtilegt en þú veist, Stók ævintýrið mitt var náttúrulega, þú veist fyrir eitthvað glatað sko. Já, ég ætla bara að fakttjaka heimaðurina, ég var ári á eftir, þeir fjallu þarna ári eftir leið og Pétur fór, þá var allt í skrúfuna þarna. Já, Hammarby, nokkar stuttar þarna, besti samningu sem Pétur fekk á ferlinum? Besti samningur fjárhagslega. Já. Ég held að samningur við Stabæk á sínum tíma hafi verið mjög góður. Stók samningur var fínn og svo þegar ég kem tilbaka til Hammarby þá sem ég bara fyrst út tímabil 2003 og gerir síðan samning, 3 ára samning og það var bara mjög fínn samningur. Já. Var okkur heimkomin á landsliðinu í bóði Sjöstrand og Blush. Já, blessuð þetta hvetum alla til þess að renna yfir topp 10 listana heimasíðunni þar. Já, það er svona Spotify rap dæmi sko. Já, bestsellerist 2025, það kennir ímsa grasa þar sko. Hvað eru að vinna með þar? Við getum við getum alveg rent yfir það hérna. Það er eitthvað sem kannski á ekki heima í útvarpinu en hérna það er alls konar góða vöru það ekki. Þú ert með Womanizer Next og þú ert með Lingo 2-faldan. Já, ég ætli kannski ekki með saumana en þið geti skoða þetta sjálf. Og svo eru þetta með Sjöstrand sem er svona öllu badvæðna, þeir eru bæði með kaffedrykki en svo eru þeir líka með bústinn í rútuna sem er ekkert koffín. Búst er 80% engifer og 20% lime. Ríkalega gott að fá eitthvað heitt þegar maður er ekki alltaf í kaffinu. Nei, rétt. Annars er þeir með góð kaffi líka. En sko, þú kemur heim og ákveður að fara í KR. Þetta er skrítin tími fallinasti úr deildinni árið 2007 endi í 4. seti 2008. Og verið sömulegis byggameistari þá sko eða bara almenn spurning, hvernig var þessi tími? Og af hverju voru svona lélið 2007? Já, það er góð spurning. Þetta er eitthvað erfiðasta tímabil sem ég hef bara leikið í fótbolta.
Þetta er fín hópur, mjög góð hópur. Heldur betur, ég held að okkur að við verið spáð bara sigri í deildinni eða að vera allan í toppáratu. Að byrja þannig að ég var ekkert alveg ákveðin hvort að við varum að koma heim eða ekki hérna 2006. Mér stendur til boða að spila 2-3 ári viðbót í Hammarby. Konunni minni stóð til boða að góð vinna í Stokkólmi, við Karolinska. En ég segi ykkur í viðtali hérna heima að við séum svona að velta þessu fyrir okkur. Og þá kemur Baldur Stefánsson okkur, stjórnarmaður í KR, bara í heimsókn. Já. Með samning. Já, með samning. Veit ekki hvað Baldur Stef er það? Já. Algjör king, Hann kemur með samning og lætur mig skrifundi samning og Gísli Martið var vitni. Það var hvítvínu, vorum okkur bryggju, það var 30 gráður, æðislega næs. Já, ég kunna þetta með hvítvínu og samningu. Þetta er samningur án það Samningur og ef ég kæmi til Íslands, að þá kæmi ég í KR. Ok. Og ég skrifaði undir þennan samning og ég var alveg ákveðin í því, ég þekkti þá flesta stjórnarmennina í KR. Við vorum búin að ákveða að flytja, við vorum búin að kaupa okkur í Vesturbænum. Ég hafði bara breiðildingur og árbæðingur í rauninni. Ákveða að flytja þangað ef við færum heim. Þannig að mér þótti allt í lagi að skrifa undir samningi. Það var engin peningar inn í þessu eða neitt. Það var bara ef ég kem, þá er ég búin að skuldbinda mig. Það er aldrei fyndið. Og ég kem í KR, Teitur Þórðarsson var þarna og hörkulið. Bæði fullt af ungum, skemmtilegum strákum, Skúli Jón og Mummi og Eggert og fleiri bara mjög efnilegi strákar. Til að fyrir hlustendur bara Atli Jóhansson, Bjarnóra Lárusson, Björgitaka Fúsa, Gretar Óla Hjartarsson, Gunnlaugur Jónsson, Gummi B, Mummi Messi, eins og segir Gretar Kristján Finnbóðsson, Pétur Martinsson, Rúna Kristinsson, Sigþór Júlíusson, Skúli Friðkjær, Stefán Logi, þú veist, þetta er Óskarinn Hauksson, og miðjan á fullu gaman að vera káringur þarna Nei, það var það. Miðjan var það. Já. Og ég spilaði eins og ég sagði hann spilaði síðasta leikinn bara miðan desember og við komum að fara heim og í KR. Ég talaði við Teit Þórðar að kannski fá að taka janúar off. Þú veist, ég bara þyrfti smá break, komið mig fyrir heima og svona. Nei, hann sagði bara, þú kemur bara og byrjaði 3. janúar eins og hinnir. Fannst það og bara, hann sagði bara eðlilegt, bara vildi að ég myndi byrja eins og hinnir. Og við bara byrjum í útihlaupum 6 morgun, 2 frá æfingar á dag og svo að fara til La Manga í 2 vikur held ég og þar að spila við bara toppklúbba í Noregi, Rosenborg og Vålerenga og þessar stærstu klúbba og við bara stóðum okkur fáralega vel, bara hörkulið, vorum bara að vinna þessa klúbba og gera jafntefli við stærstu liðin í Skandinavíu. Svo byrjaði tímabilið og við bara getum ekki blautan, getum ekki neitt og við bara finnum ekki út úr þessu. Ég dett út úr liðinu þetta, og þetta var ótrúlegt og mér bara leið illa. Mér bara þótti svo erfitt, ég bara fann enga lausn. Við náðum einhvern veginn að bjarga okkur frá falli bara í síðustu umferð. Já, þeir eru með 16 stig eftir 18 leiki, 17 mörk skoruð, 30 fengin á okkur. Já, bjargið ykkur að markatölu. Nei, við vorum með 3. næsta, ekki? Jú, 3. næsta. 3. næsta, en það var bara 1 lið sem fjallit ár. Það var að stækja deildina. Okay, en, þú veist, í síðasta leik björguðu okkur. Og Logi Ólason tekur við og allt verður miklu léttara og, þú veist, æft aðeins minna og svona. Og næsta ár erum við þannig séð í toppbaráttunni og vinnum bikarinn. Og þá átti ég 1 ár eftir en ég bara var búinn á því. Þannig að ég kallaði þetta bara gott á Laugardalsvellinum í skítakvölda. Já, titill kominn og þetta var gott. Já. Þá kláraðist fótboltaferillinn. Já, endaður á titli. Já, segur. Já. Hvernig var skrokkurinn og hvernig er skrokkurinn? Skrokkurinn var mjög slæmur hérna í október eða nóvember eða hvað þetta var út á Laugardalsvelli og ég bara gæti ekki hugsa mér að fara í pre-season eða undirbúningstímabil. Ég held ég bara gæti það ekki. Nei. Síðan kemur, ég man eftir 2009 árið eftir þegar grasi fyrir aðeins að grænka þá fann ég aftur bara, þú veist, mér fannst eitthvað vanta í lífið. Já. Bara þú veist, að hafa verið í fótbolta svona lengi, vera í klefanum og vera með markmiðin alveg skýr og það er þú veist, fótbolta er litið sérstakur og íþróttir yfir höfuð örgla. Að þú veist,
menn sko geta látið hvort annan heyra það og það samkeppni og það það tekist á og svo þetta búið og bara allir bestu vinir og það sko allir með sama markmið í hverjum einasta leik og hverju einasta tímabili og það er eitthvað kraftur í þessu sem ótrúlegur sem bara ekki annar staðar, það ekki í lífinu. Nei. Þannig að ég fann eitthvað svona sorg þegar ég fattaði þetta bara. Það var eitthvað svona smá deburð sem kemur yfir mann. Og þetta víst þekkt dæmi, sko. En maður bara reyfs upp á því, sko, en það var þetta fyrsta tímabil sem ég var ekki að spila, fannst mér aðeins erfitt, sko. Þetta samt áhugavert. Við höfum fengið marga knattspyrnumenn hingað í viðtal og þeir tala allir það sama einhvern veginn að þú ert búin að vera með lífið helviti rúðustrikkað í Excel-skjali í 10, 15, 20 ár. Æfing þarna, það eru alltaf að passa upp á líkamann, alltaf leikur, það æfingar, svo allt ekki neitt. Já. Og fyrir okkur sem hafa ekki upplæðið þetta, ég myndaði mér alltaf að þetta væri meira bara kannski spennufall af því að þú er búin að spila fyrir fullum völlum og ert áðurandi í Hammarby og þetta væri meira kannski spennufall, að fá ekki þess að spennu sem kemur að spila 90 myndir og allra öskraði, en þetta er líka eins og segir bara liðsandinn og kemmistriðan sem myndast þegar allir að róa í keppnisskapið, bara að fá útrás. Auðvitað var það stór munur að spila heima frá því að spila kannski fyrir 20-30, það stór munur. Var það kannski, af því að við mikið tala um fótbolta hérna í þessu podcasti, sko, fyrir atvinnum að koma heim, við hefum mikið að tala um þetta, eins og Gylfi Sigar að koma heim og eitthvað, þetta ekki stór furðulegt að fara úr Stockholm derby í að vera mættu bara á Fjölnis útivöllu eða eitthvað? Jú, það byrjaði í Egilshöllinni bara veturinn, sko. Og fatta bara, herri, ég er komin í amatörlík en að lokum þetta bara saman leikur sko. En það stór munur bara eins og að spila æfingaleik og versus spila keppnisleik en síðan þetta bara sami leikur og það bara flauta á í bestudeildinni þá kemur adrenalínið En nær maður að mótivera sig og spilaði þú jafnvel 2007-2008 eins og varst að gera bara árun undan? Nei, sko, 2008 var býsna gott ár sko. En svo þetta ýmislegt annað, mann að spila með atvinnumönnum úti. Það bara allir í frábæru formi og það meiri strúktúr og við æfum meira og þekkjumst betur og það leikkerfið skýrara. Þannig að það aðeins auðveldara að vera inn í einhverju shapei í atvinnumennsku heldur en það heima. Þannig að varða þannig. Þannig að það stór munur og svo maður bara að spila með betri leikmönnum líka. Já, klart. Algjörlega. Færum okkur yfir í landsliði. Kannski minnst á lengjuna, svakalegi leikjar á selunum og potturinn í boði fyrir það sem að tippa rétt. Já, það eru nokkra cool dúllur undir þar. Já, og ef eitthvað klikkar þá er þetta stefi baki á íslensku íþróttalífi og mikilvægt að taka það fram. Við erum konum með besta þjálfara í sögunni, Liam Rosenjor í Chelsea. Í Chelsea, það reyndar ótrúlegt. Hvaða leikmaður það? Það vonað að spyrja, þetta fyrirvændi þjálfari Strasbourgar í Fraklandi. Algjörlega svo efnilegt að segja þér. Sem í gangi hérna í Chelsea. En hann fekk samt bara 7 ára samning. Við viljum ekki gera það umræðefni hér í þessum þetta. Það nóg að taka. Og auðvitað Subway hittaði rista og svo nýr staður í garðinum Matull. En hver þinn uppáhaldsbátur, Pétur? Subway? Já. Hvað heitir þessi bátar? Þú ert með... Ég ekki, sko... Ég var mikið í Subway í gamla daga. Já. Subway geggjaður, sko. Sammála því. Verður ekki að segja það? Jú, það þú mátt alveg segja, finnst það ekki góður eða... Nei, þetta bara algjör veistla, sko. En ég ekki mikið það, sko. Minn þetta, algjörlega. Heyrist það. Ég ennþá í bræðing, það minn. Já, ég sterkur í þetta. En, finnst þú ekki mikið Subway um það? Hefur þú smakkað David John stöðlunar? Þær eru frá Svíþjóð. Þær eru rosalega, sko. Það eru frá Svíþjóð líka. Já, það eru frá Svíþjóð, sko, og eru núna einmitt í samstarfi við S-marke originalet, Supersur, Ananas og Citron er nýjasta bræðir. Þeir eru sko, bæði þetta náttúrulega bara döðlur, en svo þetta sætt með svona alls konar bræðefnum, sko. Þeir eru meistarar í að gera gott bræð. Við hefum átt að leysa hann út með pakka. Já, við vilja fá eitthvað svona. Já, gjöf frá ykkur. Ég hlakka til að sjá gjöfuna sem þið komum með á eftir. Nei, en ég er náttúrulega með rútuhandanum að kalda litli. Já, það er vel gert. Það er vel gert. Þú spilar 36 A-landsleiki á ferlinum. Eftirminnilegasti landsleikur? Þú spilaðir? Ég hugsa þessi Frakkland hérna heima. Það var eitthvað sérstakt við það, sko. Við erum að spila á móti heimsmestrunum sem eru nýbúnir að vinna titilin, þetta var frábært lið, þú veist, Zidane og þessi kallar, sko. Hvað sagði Gauji við ykkur fyrir leik? Mástu það? Svona bara svona. Það sko, ég geti ekki farið með ræðina. Eins og hún bara bönnu bönnum, sko. Það?
Já, en hún var rosaleg. Já. Það sko Guðjón, það getur vel verið að hlusti, sko, en hérna, hann taldi sig vera eitthvað svona meistari í taktík. Já. En hann var það ekkit endilega. En hann var ótrúlegur mótivator. Já. Hann sem sagt, hann með fund daginn fyrir leik, við söfnumst allir saman handa. Hann tekur sér góðan tíma, tekur á sig úrið og horfir á okkur. Svo byrjar einhver þrösu ræða, hann öskrar og þetta einhvern leikþáttur. Það sem hann að tala hvað miklu yfirburður hjá okkur. Hann að tala að þeir eru, já, ok, þeir eru fljótari, þeir eru tekniskari, þeir eru betri, en þeir eru ekki, sko, þeir hafa ekki alist upp á Íslandi, þeir hafa ekki norpa hérna í snjónum og róið til fiskjar og bara fór í alla þessa, sko, nationalistisku frasa. Og svo fór hann að tala hvað þeir væru sundraðir og svona og það virkaði, sko. En síðan þurftum að fara að sofa leikur á daginn eftir, sko. Það var geggjaður, sko. Það var myndaðist einhver stemning og það var, sko, þið muni eftir að ég held að það verið metslegið, sko, áhaldamett. Það voru byggði pallarna bak við mörkin og einhver stólar á hliðunum, sko. Og þetta var alveg sérstætt, sko. Og verður maður ekkert lítill í sér þegar maður bara allir að heilsast og bara síðan þarna og eitthvað, það maður bara... Nei, þú veist, ég man það ekki, sko. Nei, það var nú oftast ekki þannig. Þegar komið út í leikinn, þú veist, þá veit maður bara, maður með eitthvað hlutverk og við erum að spila mútið þessum gaurum og þetta meira stærri áskorun heldur en að spila mútið hverjum sem Þetta síðan, sko. Já. En nei, ég man ekki eftir, það kannski aðeins meira svona pirringur í maganum og svona fyrir leikinn og þetta stór leikur. Þú veist, það var náttúrulega búið að vera umfjöllunum manni í marga daga á undan og svona. Hver var strækari á frökkum hana? Var það ekki Tresi G? Já, sæll. Já. Og Henri held ég líka verið hana. Já. Ég mann ekki alveg. Já. Þetta rosalegt. Rúna Kri og Rikki Daða sittur hann. Já. Sko, einn sem við verðum að spyrjum alla sem að spila á þessum árum af því að þið voru með svo sterkan hóp en akkur var árangurinn ekki meiri? Akkur stóð það er mjög góð spurning. Sko, sumuleyti og meiri sé að sko, árinu undan okkur, fyrirmyndirnar okkar, pappi var í landsliðinu og þá voru sko Atli Eðvalds, Arnór Guðjóns, Ásgeir Sigurvinsson, Pétur Pétursson, Sævar Jónsson. Þetta allt atvinnumenn þegar mátti bara vera 1 eða 2 eða 3. Já, hæsta leveli, sko. Nei, allir á hæsta leveli. Jóhannes Eðvaldsson var líka hérna sem var bara í Celtic og þetta eru leikmenn sem er að spila á topp level í Evrópu. Þeir náðu engum árangri. Unnu 1 og 1 leik, en það var, ég held þetta hefur eitthvað með trú að gera. Ekki trú að brögð, heldur að hafa trú að sjálfum sér. Og það þarf að nánast að endurspeglast í öllu samfélaginu. Sko, þegar við spilum hann að 98 mútið frökkunum, þá erum bara hárspreitt frá því að komast í playoffs. Ok. Við spilum á móti frökkum á Stade de France í Frakklandi síðasta leikinn og ef við höfum unnið þann leik, töpum 3-2, þá höfum við farið í playoffs. Já, og svo fyrir hlustendur vita, það voru miklu færri lið á EM og HM hann líka, sko. Já. Það var miklu erfiðar að komast inn. Og svo í keppninu á eftir, þegar við erum með þjóðverjum í riðli, þá erum við líka mjög nálægt í að komast í úrslitakeppni. Þurftum að ná úrslitum á móti þjóðverjum úti eða ekki? Jú, og ég held ég að við höfum tapað jafnvel 2-1 eða eitthvað, ég man það ekki. Heiðar Helgu fór í enni við Ólafur Kahn og þarna byrjar að myndast eitthvað trú. Og svo erum við náttúrulega lítil þjóð að það verður eitthvað svona, það verður svona kynslóðaskipti, en ungu strákarnir, Gylfa og Arons Einars kynslóðin, sem þá bara eitthvað 8-10 ára, þeir fylgjast með þessu og þeir held ég hafa öðlast eitthvað trú. Það hefur með fyrirmyndir að gera. Fyrirmyndir bara eins og, það var engin kona í pólitík áður en á ráði áður en Vigdís Finnbogadóttir kemur. Þetta snýst að hafa fyrirmyndir eins og þegar sigurmólarnir verða frægir og í kjölfari verða aðrir frægir. Þannig að við þurfum að hafa fyrirmyndir til þess að búa til þess að trú og svo þarf allt að stemma. Þegar Lars Lagerbäck kemur sem er búin að gera þetta með Svíum og búin að gera þetta með öðrum löndum og búin að fara á 5 lokakeppnir í röð með Svíunum, hann kemur með þessa ekstra trú, við erum með rétta samsetning á liði, ekkert endilega bestu fótboltamenn sem hafa spilað fyrir íslenska þjóð, en
akkurat rétta blandan með Lars Lagerbäck, ég held að Heimir hafi verið fullkomin með Lars Lagerbäck og það myndast einhver svona algjör kjarni sem og trú innan KSÍ og jafnvel bara hjá blaðamennum og þjóðinni og það skóp þennan árangur og þennan sko, ég held að þessi trú hafi ekki verið til staðar þegar við vorum. Ég held að enginn hafi almennilega átt að sjá því að við gætum verið á leiðinni í lokkeppni. Mér finnst það alltaf gott, sko. Þetta er geðveikur punktur, sko. Við vorum Óla Jó hjá okkur í viðtalum daginn sem við hvetjum allar til að taka. Það var geðveikt viðtal. Það við lesið bókina, sagði? Við eiginlega fórum dálítið yfir bókina í viðtalu, en ég er búin að lesa bókina. Hann setti eitt skilari, ég myndi lesa bókina og hann kemur viðtali, sko. Hann talaði sko, hann fekk ekki þá virðingu sem hann vildi að því hann talaði ekki útlensku, sko. Kannski þurfti bara að fá einhvern erlendan aðalaðan inn til þess að fá trú í mannskapinn, sko. Sko hann náttúrulega á heiðurskilin, Óli, hann kemur með þess að stráka inn. Hann svona blóðgáði aðeins í landsliðinu. Það var kynslóðarskipti. Þannig að það er erfitt á Íslandi. Alveg svo var núna eftir að þessi kynslóð eða Lars og Heimir hættu, það er kynslóðarskipti. Arnar sem tekur við landsliðinu, Arnar Viðars. Já, Arnar Viðars, já. Já, þegar hann tekur við landsliðinu, það er mjög millibils ástand. Já, þetta er sama með Heiður sem tekur við borgin eftir dag. Það er erfitt að taka við eftir svona frábæran árangur. Þetta var alltaf að fara að vera brekka hjá Arnari og ég held að hann hafi verið dæmdur aðeins ofhart. Sammála því. Og svo tekur við einhverja eftir honum og svo kemur Arnar núna sem er á góðum stað og vonandi er aftur einhver uppbygging og trú í landsliðinu. Klart. Já. Skulum hvaða landsliðin halda okkur í Laugardalnum. Já. Byrjum á því, þetta er mikill vinnu með Guðna Bergs að byggja nýja Laugardalsvöll. Já, áður en Guðni byrjaði, sko. Þetta byrjaði með Geir Þorsteins. Já, og jafnvel fyrir, einmitt. Og hér erum við árið 2026 og við erum ennþá að horfa á sama völl. Vissulega erum við búin að fá hybrid grassið. Sama búningaðstæða. Sama búningaðstæða. Hvað finnst þér aðstöðuna í Laugardalnum í dag og völlu? Nei, mér finnst hún bara til skammar fyrir okkur. Og ég fór á stað og það sem ég nefndi í fyrra hálfleik hjá okkur að ég held ég get gert meira gagn hinum við borðið í staðan fyrir að vera á sviði pólitíkurinnar. Ég gekk eins langt á í gat með þetta verkefni og við vorum búin að fá samning við Ríki og Reykjavíkurborg. Það voru þvert á flokka sem vildu og trúðu því að við þyrftum að hafa þjóðarleikvang. Og það voru nokkrar gerðir af leikvöllum sem voru búin í Laugardalnum með það? Já, í Laugardalnum. Og það var búið að teikna það og það var búið að gera greiningar á þessu, mismunandi sviðsmyndir, svo stærsta var dýrust sem var með retractable eða færalegu þaki. Opnalegu þaki. Já. Og grunnurinn í því var að búa til verkefni sem gæti staðið undir sér og styrt íslenska knattspyrnu. Þannig að í dag er þetta þannig að þetta er bara money hit, það er bara að leka peninga, þetta er bara dýrt fyrir Reykjavíkurborg og dýrt fyrir KSÍ. Þannig að þetta er ekki business, getur maður sagt. Okay. En mín nálgun var, það er hægt eins og á mörgum öðrum stöðum að búa til verkefni sem getur skila arði fyrir þá knattspyrnuhreyfingun og eiganda vallarins. Auðvitað tekur þetta langa tíma að skila arði en þetta er bara líka infrastruktúr eða infrastruktúrverkefni. Og þetta var konsensus hjá Reykjavíkurborg og Ríki og KSÍ, það er stofnað félag 2018, ég skil af mér 1. apríl 2018 og það á að fara af stað með þetta. Það dregst á langinn, síðan kemur COVID og það er bara ekkert gerst í þessu verkefni. Mér finnst að það þurfi alltaf að vera eitthvað svona stór verkefni í ráðhúsinu. Það bara þannig að það sé stemning, þannig að við sjáum eitthvað bjart framöndan, eitthvað sem við getum hlakað til. Og Laugardalurinn í heild er eitt þannig verkefni. Mér finnst að þurfa að deiliskipuleggja þetta verkefni aftur og finna leið til þess að Ríki og Reykjavíkurborg og KSÍ og íþróttarhreyfingin eftir atvikum geti eignast þjóðarleikvanga í bæði þjóðarhöll og þjóðarknattspyrnuvöll sem getur verið svona multi-use þannig að fyrir tónleikásliðis. Þjóðarhöllin er klárað ekki? Eða sérst fyrir handboltan og það? Jú, það þarf að gera þetta og það þyrfti helst að vera eitt ekstra aðeins þessu báðu. Þannig að það eru marga fyrirmyndir af þessu. Það er til dæmis í Glúben í Stokkólmi. Það sem er knattspyrnuvöllur, íshokkivöllur og höll, þjóðarhöll. Og það er bara rekið á bara mjög skynsaman hátt. Þannig að ég vil sjá þetta gerast. Já.
Já, það væri gaman. Ég held að... Heyrðu, það bara kom fyrsta loforði, sko. Já, þetta kom lofart. Já, en þá langar mér kannski að spyrja þig, sko, að ég veit út að þú mynd að gera því ég elska það, sko. Já, Birkir minn. En sko, Totti Örlygs, Mm okkar allar besti, þú veist, var hann skynsamur að biðja bara lítið og fá hybridgrasið sem eitthvað plástur mögulega á eitthvað sár eða, þú veist, ég spyr bara voru þið Geir og mögulega þá Guðni líka á þið of metnaðarfullir, þú veist, hefði þurft að koma með eitthvað í minni skrifum eða, þú veist, er Totti kannski búin að átta sig á aðstöðunni? Nei, það bara, landslæði breytist og þú veist, það er bara ýmis áfull og bara, þú veist, vextir hækka og það er bara breyta forsendur. Já. Ég held að Þorvaldur hafi bara metið það svo að það væri bara of bratt að biðja nýja möll og að það þurfti að gera eitthvað, það þurfti að laga grasið. Þetta er ekki boðleg aðstæða fyrir þjóð sem hefur mikinn áhuga á íþróttum. Já. Þetta er eitt af því sem svona þessi búningsklefur er djók, sko, og já, bara allt, sko. Já. Þú erum að ringa í síminni, ég ætla bara... Já, svaraði bara. Já, svara sér bara. Setta bara á spíker og... Já. K-Frost. Enni mín, ég er í... Kristúrún mín, ég er í... Kristúrún, hýttu með þér. Ég er í podcasti, sko. Ég held að þetta sé í fyrsta skipti. Já, nei, þetta er einhvern tíma dótt einn, sko. En já, þannig að þið voru ekkit of... Sko, ok, til að slúta þessu, sorry. Já. Hvernig sástu þetta fyrir dream scenario? Hvernig þetta er því? Já, þetta var bara komið á þann stað að það þurfti... Þetta var komið á þann stað að það átti að senda í útboð á Evrópska efnahagsvæðinu svo kallað build and design. Þannig að það er búið að gera kostnaðargreiningu hverjir í Evrópu treysta sig til þess að hanna og byggja völlin eins og þessi völlur á að vera. Og það er búið að skilgreina hvert einasta rými á vellinum, hvert einasta sentimetra af steypu, það er búið að skilgreina þetta allt saman. Hverjir geta byggt hennar völl fyrir 10 milljarða? Og svo kemur næsti völl, hver getur byggt hennar völl fyrir 12 milljarða? Það átti bara eftir að taka ákvörðun hvernig völlur þetta væri og senda út útboðið á Evrópska efnahagsvæði. Og var þetta 10.000 manns eða 8.000? Það voru mismunandi sviðsmyndir. Stærsti völlur var... Hvað hefði þú viljað í draumaheimi? Ég vildi í rauninni sko út frá business, bara út frá að sko þetta geti skilað einhverjum arði til eiganda og knattspyrnuhreyfingarinnar til lengri tíma. Þá var þú veist, það voru 12.500 áhorfendur og hann var ekki yfirbyggður, það er að segja ekki færanlegt þak og það hefði verið skynsamlegasta business ákvörðun. En hinn hefði mögulega verið með meiri afleittar tekjur. Það var svona vinnuheiti hjá okkur að build it and Beyoncé will come. Það var semst að við myndum fá og búin að tala við þá sem að bóka tónleika fyrir stærstu stjörnunar, hvort að það væri áhuga að koma til Íslands og allir höfðu áhuga því. Ef það væri völlur sem getur tekið 25.000 manns á tónleikum. Og voru þetta þá skrifstofur í kring? Já, það var eitthvað svolítið, sko, en þetta var, það var þannig. En sko, við vorum ekki að biðja meira byggingamagn, svo sem. Reykjavíkurborg var með ákveðna hugmyndir á þeim tíma að það getur verið hótel í svona jaðri Laugardalsins. En þetta var svekkjandi, þetta skildi ekki klárast. En eins og staðan í dag er að slúta þessu, þú verður borgarstjóri í júnímánuði, raunhæft, hvað er hægt að gera? Já, sko, núna þú veist, það eru ýmsir möguleikar. Það eru, sko, þú veist, einkaframtak gæti farið á stað með þetta sem var ekki á þeim tíma. Það er aðeins að breytast núna, sjáu þetta bara að það eru amerískir fjárfestar að kaupa sig inn í klúbba í Bretland út allan heim. Og það er mjög svona heitt space að horfa á íþróttir sem eru svona fastegnaplay. Sérðu, og sérlagi að út með heilan dal þarna sem væri hægt að vera með einhvers konar einkaframtak samhliða hinnu. Þannig að ég var mjög til í að skoða þetta. Þetta er ekki loforð beint, sko, en ég sé að þetta væri eitthvað sem ég held að væri mikið svona stemning fyrir. Já, eitthvað þarf að gera alltaf. Já. Klart. Það var auðvitað gríðalegur áhugi fyrir þætti kvöldsins og mikið af riddarspurningum sem að slóum eiginlega með. Riddarspurningum? Já, aðsettarspurningar. Já, auðvitað. Það er hlustendunir og þeir fá sviðið núna og það var einn sem að fer fyrir þeim í dag, það er Gunnlaugur Jónsson
Já, Já. það er þetta alveg fólk rittari maður. Alveg rittari. Af hverju er hann ekki búinn að koma í þátt til þér? Eigum hann nefnilega inni. Já, Sko, það er tvennt sem við þurfum að grafa upp hvað ótrúlega status hann hefur sem fyrrum leikmaður Hammarby og hvað verður til þess að hann verður góðsögn á klúbnum. Við erum aðeins búin að fara yfir það. Já. Það er alvöru góðsögn. Og svo hvernig það atvikast að Alexander Skarsgård, dýrkari, Hollywood-stjarna. Ef við kannski byrjum á því. Já, við höfum þetta fórum yfir þetta Hammarby, status já. sem er bara eitthvað sem ég skil ekkert almennilega. Já, sko, Alexander Skarsgård bjó í sömu göt og ég í Stokkólmi og hann var mikill aðdáandi félagsins. Þannig að sko, ég kynnist honum löngu áður en hann verður frægur, sko. Ok. Þannig að við bara erum ágætis kunningjar, sko, og hann komið oft til Íslands og svona. Þannig að það er bara basically hannig. Við bara kynntust áður en hann var frægur. Hann var reyndar alltaf frægur í Svíþjóð. Hann af þessari, sko, Nobel fjölskyldu, Skarsgård, Stellan og þetta lið, sko. Þannig að og þeir eru allir bræðurnir miklir Hammarby aðdáendur. Já, skemmtilegt. Ef við værum Stefán Einar í hans anda, hann er með fína dagskrárgerð, þá værum við að vippa upp mynd núna af þér og Það er glæsileg mynd. Já, það er glæsileg mynd. Þetta er Zlatan, hann er ekki Hammarby maður. Sko, Er það ekki? Já, sko, hann er náttúrulega Malmö. Já, Malmö. Hann er náttúrulega úr útkverfi í Malmö og spilaði í Malmö þangað bara, fyrir til Ajax mjög ungur, sko. En síðan fyrir hann að spila með LA Galaxy í LA og LA Galaxy, eigendur LA Galaxy eiga 49% í Hammarby. Og hann gerir eitthvað díl, þannig að hann eignast 25% af þeirra hlut í Hammarby. Þannig að hann er hluthafi í Hammarby. Já. Skemmtilegt. Ég þú græði viðtal fyrir okkur. Svo er annað sem við fengum margoft. Já, 17 sem. Já, vinsanlegast fá Social Pete-söguna. Af hverju þú kallaður Social Pete? Þetta er bara eitthvað urban legend. Ég tjáum ekki um þetta mál. Ég hef aldrei sagt þess að sögu sjálfur, sko. Þannig að hún bara fær að vera urban legend. Hvern þurfum við að fá til þess að fá þessu? Ef við vinn kostingarnar í vor, þá kem ég til ykkur og segja hérna í details. Fyrsta loforðið í kvöld. Já, hann erum við komið loforð. Hann ætlar ekki að setja bygglista, hann ætlar að segja Social Pete. Tökum því. Það er búið að opna þetta fyrir okkur og nú opnast flóðgáttinnar og það er frumeri. Við berum enga ábyrgð sem kemur núna. Nei, enga. Allir að drífa sig í skoðun hjá frumeri og ef þið vantar aðstoð við að skrá kílómetragjaldi. Já, það var á frumeri. Ef þið vantar skoðun, þá var það frumeri. Hvort sem mútt að selja, kaupa eða einfallega að fara í hérna árlegu. En Björn Ingi, hann rýður á vaðið þetta. Þetta er Björn Ingi hvaða? Ekki the one and only, held ég. En einhvað síður, já, hann spyr hérna hvernig verðmatan lóðurnar í Skerjafirði þegar hann seldi félagi sem fekk lóður fyrir þeim. Ég verðmataður ekki. Það er gott að bara fá að tala um þetta. 2018 þá er ég og 25 ára arkitekt og einn í viðbót, tveir í viðbót, 4 sem tóku þátt í samkeppni hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og Reykjavíkurborg var búin að setja held í 7 eða 8 lóðir sem sigurvegarinn geti valið sér og við unnum þessa samkeppni og völdum okkur Skerjafjörðinn. Það var lengst komið í skipulagi til 2018 og 2019 átti þetta að fara af stað. Síðan gerist eitthvað svona pólitískt og það gerist ekki neitt í þessu. Við förum í það að hanna og loka símanum eftir það. Já, við hönnum þetta, fáum arkitekta og verkfræðinga og alls konar sérfræðinga að borðinu. Förum erlendis og kynnum okkur nýjustu tækni og vísindi í byggingamálum. Síðan dregst þetta ennþá meira á langinn. Við erum orðin tæpir á peningum, fáum inn hluthafa með okkur og svo þegar þetta dregst ennþá meira á langinn þá eru við keyptir út fyrir kostnaðin sem var búið að leggja út í verkefnið. Það er samningur við Reykjavíkurborg, verkefnið stendur, það er alveg skýrt á hvaða verði má selja íbúðurnar, það er alveg skýrt hvernig íbúðurnar eru, þetta er allt skýrt og ég er stoltur af þessu verkefni en hef enga hagsmuni af verkefninu í dag en vona bara að þetta verða veruleika. Þetta er gott verkefni. Já, gott að maður svara þetta. Gunnlaugur, hann heldur áfram. Hvað getur Reykjavík lært af Stokkhólmi? Það er nú kannski, það er nú margt. Sko, við því miður
sko, Reykjavík byrjar að vaksa einhverju ráði eftir stríð og þá í svona skipulagssögunni ekkit voðalega svona, vitum við í dag, ekki góðar ákvarðanir teknar. Þetta voru allan heim. Það sko, bíllinn einhvern veginn king, þú veist, allir á engabílnum og það frelsið og þá byrjum við að dreifa borgunum. Stokkólmur og flestar þessar borgir í Evrópu eru byggðar löngu fyrir stríð, löngu fyrir engabílinn. Þannig að þær eru flestar mjög þéttar. Það syns á Södermalm í Stokkólmi sem eyja inn í miðborginni sem með 135.000 manns, bara mjög svipað á Reykjavík. Þá búa 23.000 manns á ferkilometra. Já. Veitu hvað Reykjavík? Ég ætla ekki sko. Nei, það eru svona cirka 500 manns. Já, en það dálítið ósangjant reiknað vegna þess að Reykjavík nær svo langt, alveg upp að Esjurótum og svoleiðis, sko, en ef við tökum bara efstu byggðina, þá þetta kannski 1500 manns á ferkilometra. En ég sjáðu hvað þetta ótrúlega stórt svæði. Þú veist, á Södermalm sem jafnmargir, þá öll þjónusta sem bara dettur í hug og það eru sundlaugar og almenningsgarðar og íþróttafélög og það allt til alls, en þú getur labbað hringinn í kringum þetta á 2 klukkutíma. Þannig að sko því miður þá bara það þannig að við skipulegjum Reykjavík og höfuðborgarsvæði á þeim tíma þar sem engabíllinn á að stjórna. Bara, svona þetta bara. En almenningssamgöngur eru frábærir í Stokkólmi. Við erum ekki að fara í eitthvað svona tunnelbana eða underground neðanjarðarlestakerfi. Ég held að við getum það ekki hérna heima. En meiri sér strætó í Stokkólmi algjörlega frábær og maður getur alltaf hoppað upp í strætó og hann kemur reglulega. Það mætti bæta hérna. En svo þetta bara mjög svipuð samfélög að því leyti. Þetta eru sósíaldemókratísk samfélög, það sem bara mjög sterkur svona sterk og mikilvæg svona þjónusta fyrir fólk. Þú veist, það eru fríi skólar, fríi leikskólar og háskólar og það jöfnuður og þetta eru ákvarðanir sem voru teknar í Svíþjóð og Íslandi og eru bestu samfélög sem kannski mannkyni hefur búið til. Já. Og þetta sko, ég hef búið í Boston líka og Bandaríkin eru geggjuð sko. Það ógeðslega næs. En ég myndi ekki vilja alveg börnin mín þar. Að því leyti að sko, ef eitthvað klikkar þá ekkert net sem grípur þig og horfa upp á bara heimilislaust fólk í Boston og hvað þetta að aukast og hvað mikill ójöfnuður. Það líður engu vel með það. Ég held að þú veist hversu langt til hægri við erum á Íslandi, við viljum hafa jöfnuð. Jöfnuður það besta. Bestu borgir í heimi hafa það allar sameiginlegt að það eru bara borgir sem mikinn jöfnuð. Klart. Vel svarað. Baldvin Haralds, hver uppáhaldsleikari Péturs og af hverju það David Spade? Veitu hvað? Þetta fyrir reyndari. Hann bara frábær. David Spade. Þetta algjörlega lausi lofti gripi hjá honum? Ég veit ekkert hvað þetta bara uppáhaldsleikarinn hans. Já, þetta gott. Hver þinn uppáhaldsleikari frá mér? Áttu þér? Uppáhaldsleikari? Já. Hann Clooney kall. Ég veit það ekki. Anthony Hopkins. Já, gott sjátt. Nú kemur sko... Já, það eitt sem að hendi inn svona 38 spurningum í einu. Sko. Þetta eiginlega bara hitaklefin hérna. Ég ætla bara að lesa þetta upp eins og hitaklefin. Hvernig ætlar að tryggja leikskólapláss fyrir 30 ára aldur? Fyrir 30 ára aldur? Já. Nú náttúrulega stefna borgarinnar. Þetta bara djóka. Já. Hann samt spurði það sjálf. Já. En þú veist, það 18 mánuðir í dag eða ekki og að stefna niður í 16 mánuði? Já, það stefna náttúrulega 12 mánuði. 12 mánuði? Já, það verið að brúa bili sko, að fæðingarorlof klárast og þá að vera klárt leikskólapláss. Og það bara, við tölum þetta áðan sko, að þetta bara helgirna verkefni en það bara ákveða að gera þetta. En það sko, leikskólamálin svolítið flókin sko, fyrst að við erum að hugsa börnin. Börnin hafa gott að vera á leikskóla og bara mikilvægt fyrir þau, þroska þeir og svoleiðis. Svo eru það leikskólakennarnir, þau þurfa að hafa góða aðstöðu til þess að vinna og svo framvegis, foreldrarnir og svo eru atvinnurekendur og allir hafa kannski aðeins mismundi sína á þetta.
og það engin svona empiría, það engin vísindi, við getum ekki farið eftir finnska módelinu eða sænska módelinu, það ekki eitt módel og það mismunandi hvað það virkar. Kannski Kópavogsmódelið? Kópavogsmódelið eitt módel og það núna einhverjum tillögur á Reykjavíkurborg að taka Kópavogsmódelið inn með eitthvað svona hybrid, það aðeins öðruvísi, en það engar ákvarðanir það teknar og ég ekki alveg verið að viðurkenna, ekki alveg búin að kynna mér þetta. En ég, maður bara verið að leysa þessi mál. Ég myndi kynna það Kópavogsmódelið. Ég veit alveg hvað það gengur, sko. Það geðveikt, sko. Já, ég svona aðeins ágjur að það sé ekki jöfnunartæki heldur. Þú veist, það gæti bitna svolítið illa á einstæðum mæðrum eða einstæðum foreldrum og þeim sem kannski svona hafa lægstu launin og að vinna í vinnum sem komast ekki burti, þannig að sko, maður verður alltaf að hafa það í huga. Já. Okay. Það voða erfitt að setja Pétur í hitakláður, hann svo næs. Ég veit það. Ég ætla samt að reyna að halda það fram. Já, verður það harður. Já, Stefán Einar spyr. Vilt að byggða verði fleiri ljótar byggingar í Reykjavík? Þessi þetta góð. Já, þessi góð, sko. Og ég skal koma með frekar leiðilegt svar. Ég var að lesa bók daginn skipulagssögu Sötumalm. Ekki spyrja mig að hverju. Nei, það ekki lægi. Hún ekki eins og skemmtileg. Nei, en hún mjög áhugavert. Og það þetta áhugavert að það nákvæmlega sama orðræða og sömu kvartanir sem gerast mjög reglulega allstaðar í heiminum. Það eins og við sem eitthvað uník á Íslandi. Það verið að kvarta í Oslo og Stokkólmi og Kaupmannahöfn nákvæmlega sömu hlut og við erum að tala hérna. Það verið að tala leikskólamál og það verið að tala nýbyggingar. Og nýbyggingar hafa alltaf verið gagnrýndar. Allar götur. Þegar sko modernismin byrjaði 1920-30 í Skandinavíu, þá var bara talið að þetta verið ljótasta sem væri til. Nú þetta bara alveg klassíska byggingar í öllum þessum borgum. En ég held hins vegar að við höfum aðeins sofið á verðinum. Það of mikið byggingar sem ekki í þeim gæðum sem við eigum að gera kröfu til. Fullt af verkefni sem eru mjög fín. Mér finnst valssvæðið til fyrirmyndar að mestu leyti. Það mjög mörg svæði sem hafa verið uppbygging, það búið svo mikið uppbygging, það mjög mörg svæði sem eru velgerð og það sem eru vandallega verka. En það of mikið af því sem lítur ekki vel út og maður verður að hugsa og bera virðingu fyrir því að þú ert að byggja, út að rífa upp lóð og byggja að byggingi verður til 100 ára að minnstakosti. Ertu að hugsa græna gímaldið þannig? Já, til dæmis, það eru bara stór mistök sem við gerð þar og það á fleiri stöðum. Það náttúrulega svona augljóst og hefur verið fréttum, en það eru fleiri, ekki bein mistök, en mér hefur bara fundist sko vanta svona eitthvað svona gæðastjórnun. Klart. Hjalti Sigmunds á margar spurningar og margar hverja mætar og góðar. Það eru allar eiginlega góðar. Já, mjög góðar og ég kannski, þú ert ekki að svara þessu en mér langar að velta þessum punkti upp fyrst hann spyr hvað hægt að fækka mörgum starfsmönnum án þess að koma niður á grunnþjónustu. Þetta bara ágætið steinn. Við erum með dagskrárgerðina. Já, en kannski eitt af því að ég náði ekki grípa þann punkt nægilega vel. Þú vorum að tala rekstur Reykjavíkurborgar áðan. Sko, Heiða svaraði því bara ágætlega. Við spurðum út í mannendsstofu Reykjavíkurborgar sem hún sagði þetta kostar hann bara 100 milljónir á ári. Það sem ég velti fyrir mér og ég ekki að spyrja þig þú ber ekki ábyrgð á þessu, þú ert bara að mæta nýrinn í pólitík. En ég velti fyrir mér, ef þú eru tilbúin að eyða 100 milljónir með þetta, hvernig þá annað? Skilur hvað við? Það mjög góða punktur. Þú getur ekki bara sagt, ok, þú ert tilbúin að enda 100 milljónir með þetta, ertu að segja alltaf annars í himnalagi, þannig ég velti fyrir mér, það hlýtur að vera eitthvað sem hægt að taka til, eins og við erum búin að tala Og bendi á Reykjavíkurborg á út í þess að hugbúna þróun að gera allt sjálf líka bara fýtt punktur. Ég ætla að taka eini viðbót frá hann, þetta er eins og við segjum, þetta eru flotta spurningar. Ertu á móti sektun eða afturköllun lóða ef ekki hafist handa innan ákveðins tímaramma á verkefni? Það voru 3 spurningar. Hversu mörgum þetta að segja upp? Það er ekkert markmið í sjálfum sér að segja upp fólki. Hins vegar sko til þess að bæta þjónustu og sérstaklega að þessari grunnþjónustu sem bara okkur lögbundi að skila. Þá þarf að rýna í alla rekstur og það mjög mikilvægt að rýna mjög reglulega í rekstur. Ég búin að kíkja aðeins á tölur í dag. Þetta engin katastrófa, en auðvitað þarf að velta við öllum steinum og skoða hvað hægt að hagræða. Það svarið. Ég ekki með tölu á þetta og mér finnst að mannréttindaskrifstofan bara ágætis dæmi. Þú veist, ef það þetta verið með 100 milljónir þar, hvort það séu á fleiri stöðum, þetta bara kemur ljós, en mikilvægast að þjónustan sé í lagi.
Spurning nummer 2. Útvísa hugbúnaðarþróun. Útvísa hugbúnaðarþróun, það syns fyrir 5-6 árum síðan, þá hefur farið í þessa stafrænu byltingu og þá eru 100-200 manns ráðnir inn á skrifstofuna. Það verður mjög áhugavert að, þú veist, nú eru komnir dálítið langt á leið með það. Ég veit að í samfélaginu og í Reykjavík er bara fullt af flottum fyrirtækjum sem að gera frábæra hluti. Og mér finnst bara mjög eðlilegt að íhuga það hvort það væri eitthvað sem væri þetta bjóða út eða setja annað en þetta bara þarf að skoða ykkur samhengi og aftur þjónustan þarf bara að vera góð og það er mikilvægasta. Þriðja spurningin var sektir eða afturkallin á lóðum. Þessi góð líka. Þessi er góð. Það tíðkaðist ekki að setja almennilega tímaramma. Sko, ef þú selur lóð, þetta er öfugt við það sem ég lendi. Ég kaupi lóð af Reykjavíkurborg og ég get ekki framkvæmt. Eða semst í Skerjafirðinum. Ef lóðahafar eru með, það eru viðskipti. Það er Reykjavíkurborg selur lóð til lóðahafa og það eru viðskipti sem eiga að vera með tímaramma. Og ef tímaraminn er ekki virtur og það er gefin bara mikið svigrúm, þá finnst mér eðlilegt að það sé annarkvort tekin lóðun tilbaka eða einhverjum sektum beint. Já, vel gert. Rósmundur Magnússon spyr, verður Gísli Marteinn kosningastjóri? Nei, við Gísli erum búin að þekkja sko, við byggum náttúrulega í blokk bara á móti ykkur öðrum í Breiðholtinu, við erum búin að þekkjast, hann er ári eldri en ég sko. Er hann krati í dag líka? Já, ég myndi nú halda, ég átta mikið á hver hann stimpla sig sko, en það er sko, Gísli náttúrulega bara, ég ræði við hann ýmis mál, en hann kemur ekki nálega kosningaborðum, það er ljóst. Nei. Steinar Páll spyr, hvað er eiginlega í kaffinu þarna á Kaffi Vest orðin krati? Það er 7 strand kaffi. Það er eitthvað strand kaffi. Nei, eins og ég sagði áðan, sko, þá held ég alvörunni, þetta eru svona kreddu hugmyndir hvar við erum, sko, samfylkingin er byggð upp af nokkuð mörgum hópum. Jú. Þú veist, það eru, vinstri kratar og hægri kratar og það eru umhverfissinnar og liberálar og alls konar sem rúmast inn í þessari breiðfylkingu samfylkingar enn dag. Þannig var R-listin líka stofnaður hann 1994. Þetta voru breiðfylkingar sem alltaf talað að veri meira til vinstri en það er alveg rúmast hægri kratarinn inn líka og svo framvegis. En ég held við séum flest með svipaða sýn á hvernig samfélagi á að vera. Við erum aðeins sikkura leiðina, við erum svona sikkuran útgangspunktinn en ég held við viljum öll hafa jöfnuð og við vitum að það er best fyrir samfélagið. Við viljum hjálpa þeim sem er í erfiðleikum. Ég held að bara lítið samfélagi eins og okkar vilja hafa það þannig. Og þannig að við erum öll einhvers staðar sem krata kvarða. Ég er stundum töluvert róttækari í hugsun heldur en Kristrún. Já. Á sumum sviðum er ég það. En ég skil mjög vel þessa vegferð að hún stefni á að vera með breiðfylkingu sem verði stór flokkur. Það er bara, og ég er bara alveg sammálanni. Já, sko, við langar að hamra einu við það, sko, samfylkingin er náttúrulega hot í dag og það er einni manneskja að þakka, það er Kristrún Frosta. Hversu mikið á hún í því að þú ákveður að bjóða þig fram fyrir samfylkinguna, menna þú hlýtur að vera, þú veist, þið langar að vera með henni í liði? Já, það má segja það að hún á bara heilmikinn þátt í því. Sko, ég hafði aldrei hitt Kristrún, ég hafði aldrei talað við hana persónu finn ég bara heyri í henni og við hittumst stuttlega. Mér finnst hún er með, það er einhver orka yfir henni og það virðist að skila sér til kjósenda. Það er heldur þess ára þarna, sko. Það er ára og það er kraftur í henni og hún er sannfærandi og hún er heiðarleg og það er eitthvað svona, þú veist, Gro Harlem Brundtland Obama-væp yfir henni, sko. Og það hefur bara heilmikil áhrif sko, og kannski fyrir miður er pólitíkin orðið svolítið sko, hver er í forystu við veist, bara í flestu löndu veit maður bara hver forsætisráðherran er en þetta er náttúrulega teamwork og ég held að það sé mjög mikilvægt innan til dæmis í Reykjavíkurborg og oftast er þetta fleiri heldur en eitt flokkur sem er að stjórna að það sé mikið og gott teamwork og borgarstjórn er aðeins ólík þinginu
að það eru ekki minni hluti og meiri hluti. Nú, stjórnar andstæð, við erum öll með að hlutverk að reka borgina saman. Við erum bara saman ráðin í borgarstjórn sem í rauninu húsfélagið. Við erum saman í þessu. Svo, á vettvangi borgarinnar þá sko minni hlutin oft með hugmyndir sem fara í gegn. Miklu sjaldnær á þinginu. Reyndar eitt Róbert, hinn maður í Viðreisn. Hann búin að tala um að þessu 23 borgarfulltrúar, það er rétt. En það er ekki alltaf mikið. Ég bara mjög opinn fyrir því að ef maður ætlar að velta við öllum steinum og skoða kostnaðinn, þá verðum bara eins og í fyrirtækjum, þá verðum maður að byrja á toppnum. Og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða það hvort að fækka borgarfulltrúum. Ég held meiri segja sko, þetta 23 og það nú 7 flokkar og ég held að varaborgarfulltrúi, fyrsti varaborgarfulltrúi sé líka á launum. Þannig að þetta er aldrei, þetta er aldrei pakki og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða það hvort að sé sveirum til þess að fækka borgarfulltrúum. Klart. Ágúst Bjarni spyr, hvora meiri kóngur á þínum tíma í Stabæk, Tobias Linderoth eða Jesper Jansson? Það var toppmenn, svo var einn í viðbót, einn svíði viðbót, Kristi Vilhelmsson, Shippen, sem spilaði eitthvað, var í Bolton og Anderlecht og núna kóngur í Saudi-Arabíu. Já. Fluttið þangað sko. Þetta voru bara topp leikmenn sko. Við vorum með geggja lið þannig í Stabæk. Bara landsliðsmenn, bara íslenskir, norskir, danskir og sænskir landsliðsmenn. Þetta eitt sem ég gleymdi að spyrna á norska sænska deildin, hver er betri? Hvað segirðu? Norska sænska deildin, hver er betri? Meiri gæði. Ég hugsa sko að sænska deildin sé jafnari. Þú veist, lægsta levelið í sænsku deildinni er betra heldur en lægsta levelið í norsku deildinni. En það hafa komið klúbar eins og Bútt og Glimt og Rósuborg í gamla daga sem voru bara svona yfirborðarlið. Þannig að það kannski þetta að segja hvort er betri deildin. Alfred Finnboga maður til hamingju. Yfirmaður íþróttamála í Rósenborg. Já, stórt. Það? Alfred Finnboga. Nei. Já, til ekki gerð. Já, ok. Bliki. Kópavogsbúi. Já. Toppmaður. Já, toppmaður. Sölvi Harald spyr, á borgin að opna nýja hverfislögreglustöð í Mjóttinni? Nei eða já? Þetta er umlega sko betri spurning heldur en þið áttu ykkur á. Það eru dæmi um það í Svíþjóð að þegar hverfismiðstöðvar hafa verið felldar niður í svona hagræðingarskyni, teknar frá hverfum, sérstaklega útkverfum og lögreglustöðu jafnvel líka, þá verður meira vesen í hverfunum. Ég vil styrkja öll hverfin, þannig að hverfin verði eins mikið sjálfbær og mögulegt er. Og eftir því sem fleiri eru bara á götunni, hvort sem eru lögreglumenn eða félagsfræðingar eða fólk sem er að vinna með börnum, að þau bara sjáu börnum og helst bara kunna nöfnin á þeim. Það er mikill kostur. Ég veit ekki hvort þetta sé hagræðingaverkefni, þetta gæti verið dýrt, en það er sko, núna er þetta sko ákvarðanir fyrir hverfin er oft teknar miðlægt, meðan sko hverfin sjálf vita hvað þau þurfa. Ég myndi vilja skoða hennan vingil. Já. Andrés Andrésson spyr, besti leikmaður sem þú spilaði með og besti leikmaður sem þú mættir? Góð. Já. Rittarnir, þeir eru segir. Já, þeir kunna þetta. Já. Við erum atvinnuleysi bráðum, sko. Ég bara segi Eiður Smári að spila með. Eiður, var hann góður, eða? Sko, Eiður Smári, pæliði, ég er fyrirlið 21. árslandsliðsins þegar mér er tjáð að ég fái eitt 15 ára inn á herbyggi, ég verð að passa upp á eitt 15 ára og hann kemur í liðið og er bara langt bestur, sko. 15 ára? Já. Hann var ótrúlegur, sko. Veist, ég meina, Eiður átti algjörlega stórkostlegan feril sem við þekkjum öll. Veist, Chelsea og Barcelona og allt þetta. En hann meiðist náttúrulega, er bara burtu í 2 ár. Þessi gæi hefði náttúrulega, jafnvel átt ennþá betri feril, sko. En það? Ég hefði ekkert komið stopp. Men hann er bara orðin strækir með Ronaldo brasilska í Eindhoven. Já. Veist, og þeir eru bara 16-17 ára. Veist, þeir eru bara yfirbyrða menn, sko. Já, hann var algjörlega stórkostlegur og bara gaman að æfa með honum og náttúrulega bara mikill vinur minn og frábær náungi. Og svo segi ég bara Zidane. Já, við tölum aðeins við landsliðið áðan, sko, og Leifur spurði áðan af hverju gat landsliðið ekki neitt á þessum árum, þannig kannski aðeins og voru alveg í einhverju, en var hann alltaf 100%? Var erfitt fyrir hann að vera búin að vera þjálfaður af öllum sem bestu gaurum og mæta til landsliðins? Já, ég hætti í landsliðinu 2000 og ég fótbrotna á Laugardalsvelli í landsleik, held á móti Búlgaríu
2005 Já. og þá við erum múin að spila saman í einhver tíma í alhansliðinu og hann var alltaf bara frábær sko. Já. Og alveg með hugan við þetta og allt. Síðan kemur náttúrulega, þú veist, eitthvað svona eyðimerkurganga hjá landsliðinu og það kynslóðarskipti og þá fannst mér að horfa á hann að hann var ekki með hugan við þetta. En það sko fótboltamenn sem fara út á völlin vilja alltaf gera sitt besta. Já. Stundum það bara erfitt. Já. En finnst þér, sorry, ég veit að þú ert að sorry, en við vorum að tala landsliðið á hann, sko finnst þér vera svona smá kannski vanvirðing við ykkur sem voru að djöflast þarna í gamla daga þegar við Leif vorum ungir að tala bara að þið bara verið að koma heim og Óli Jó talaði að menn hafi bara verið komast ekki á æfingu að þið var alltaf barnaðamæli og þetta væri frekar einhvern veginn þeirra að skilda heldur en þetta væri, það var ekkert svona menn voru að leggja sig 100% fram. Já, engin spurning. Menn lögðu sig fram á æfingum 100%, í leikjum 100%. Það var hins vegar smá svona lausara gangur. Það var ekki alveg sami ægi og það aftur þessi trú á verkefni sem ég var að tala um áðan sko, að við kannski sáum aldrei fyrir okkur að við vorum að ekki fullkomlega. Við náttúrulega leiðum okkur kannski aðeins að dreyma en við sáum okkur ekki á lokamóti. Þannig að við vorum kannski bara aðeins litlir í okkur og það endurspeglaði líka bara þetta var alveg inn í KSÍ og bara í samfélaginu, það hefði engin trú á þessu. Þannig að en hver einasti, ég bara lofaði því þó að leikmenn líti út fyrir að vera latirinn á vellinum eða ekki að leggja sig fram það eru allir að leggja sig fram alltaf en stundum það bara erfitt. Klart. Hermann Hreinsson spyr, ertu ennþá framari? Já, sko, eins langt og það nær, sko. Ég á alveg dásamlega æsku í fram og ég á svo mikið fram að þakka. Allt þetta góða fólk sem ól mig upp eins og ég var að segja áðan og bara mótaði mig bara sem einstakling finnst mér. En síðan sko viðskilnaður aðeins erfiðu pabbi rekinn og það eitthvað meira þarna sem var erfitt og síðan skipt stjórn og ég bara þekkt aldrei þá sem voru að stjórna klúbbnum og nú eru þau búin að flytja sig í annað hverfi og ekki í Safamýrinni, þannig það ekkert alveg að sama. Nei. En ég á bara góða minningar æsku mín í fram, þannig að ég alltaf framari, ég myndi alltaf vera glaður að það gengur vel að fram. Já. Þorsteinn Kristjánsson spyr, lítur þú upp til Dags B? Líti upp til hans? Nú kemur smá skúp, sko. Skúp? Já, ekki skúp, en sko, ég úr Breiðholtinu og hann úr Árbænum, hann ári eldri en ég. Þannig að sko Árbæðaskóli og Hólabrekkuskóli var alltaf kepp í öllu á sínum tíma. Okay. Hann var andstæðingur þar. Síðan fer ég í Vestló og hann fer í MR og hann var andstæðingur. Hann var alltaf kepp í ræðukeppnunum á móti vinum mínum. Og hann var í Fylki og ég var í Fram. Og það var líka, þau voru mjög góðir sko. Dagur var ágættur í fótbolta sko. Já, og ég eiginlega, ég þekkt hann alltaf aðeins, en ég eiginlega meikaði hann ekki. En ég ber heilmikla virðingu fyrir stefnunni sem hann, og bara hvernig hann breytti Reykjavík og aftur það búið að tala Reykjavík aldrei niður. Reykjavík hefur aldrei verið betri. Hugsið ykkur bara alla þessa veitingastæði og mannlífið og túrismann og öll þessi fyrirtæki sem út allt í Reykjavík, Vatnsmýrin allir þessi tækni Gróskan góða, já, allt þetta og þetta eru allt ákvarðanir sem eru á hans vakt og öll þessi mikla uppbygging og breyting á miðborginni og breyting á borginni hins vegar náðan ekki að klára og það eru vaxtaverkir allt í kringum þetta borgarlínu dótósleis það eru mikli vaxtaverkir og þetta erfitt þetta mun jafnvel versna aðeins áður en það verið gott. Þannig ég ber mjög mikla virðingu fyrir honum sem pólitíkus, mér finnst hann að staðið sig mjög vel. En auðvitað í stóru verkefni og vera lengi á staðinum þá er eitthvað mistök gerð og aðalega vaxtaverkir í svona miklu breytingaferli. Ég veit að þessi Þorsteinn á aðra spurningu sem fekk ykkur 100 like og tekur hann eftir. Já, það er Bomban, hún er næst. Já, þetta er mjög góð. Bomban, hann Þú voru eiginlega að lesa þetta eins og hann. Þó þú þetta ekki þetta. Nei, gerðu það. Ég er ekki með nógu góð eftir um, sko. Ég er ekki eftir fyrir þetta. Hann er með hlaðvarp sjálfur og mjög skröðlegu karakter og skemmtilegur. Þetta eru nokkra spurningar, ég ætla bara að lesa þær í beit og þú bara metur hvort þú vilt svara öllum. Já. Pétur, viltu ganga í ESB? Nei eða já? Sko ég hef búið í
Svíþjóð sem ESB-land. Ég hef búið í Noregi sem ekki ESB-land. Þeir EES eins og við. Búið í Englandi sem var ESB-land en tóku Brexit á þetta. Og ég get fullyrt ykkur það að ESB var aldrei rætt á neinum fundi, hittingi, það var engin að velta fyrir sig ESB. ESB mun ekki breyta okkar lífi neitt. Skilurðu? Ég svona hallast að því að við höfum að skoða að fara inn í ESB. Ég vil spyrja þjóðina hvort hún vilji fara. Ég vil líka spyrja þjóðina hvernig líst ykkur á samningin og ef þjóðin vill þetta þá er ég alveg game í þetta. Ég hallast að því að við eigum að vera í miklum samskiptu við okkar nágranna þjóðir. Mjög miklum. En ég er engin eitthvað svona ESB sinni. Þú veist, ef við ákveðum að fara ekki, það mun ekki breyta mínu lífin ekki. Það er miklu stærri ákvörðun hvað verður Vatnsmýrina, hvað við byggjum til framtíða. Það er miklu meiri stærri ákvörðun fyrir daglegt líf okkar heldur en ESB eða ekki. Við munum standa okkur vel hvort við sem í ESB eða ekki. Já, klárt, þetta var vel gert. Ertu hlynntur því að afnema samsköttun og leggja kílómetragjaldið á? Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem hefur ekkert með borgarmálun að gera. Og ég verði eiginlega bara að segja já, má ég ekki bara segja pass? Það má alveg. Ég nenni líka svara. Bomban er harður, sko. Já, hann er harður. Pétur! Sigurður Kári, já, þetta er... Býtu, er þetta Sigurður Kári Kristjánsson? Nei, ég held að sé Temu útgáðan á honum. Nei, vanlega, þetta er einhver hliðhólfur riddari hérna, þetta er okkar maður. Já, ég er að grína. Hann spyr... Sigurður Kári sann geitinni í Sjálfstæðarflokknum. Jú. Hvernig ætlar að bregðast við húsnæðisskorti sem fatlaði búið við, sem þurfa á sérþjónustu að halda? Já, vá, sem jafnaðarmaður og ég nefndi á þann að við værum öll kratar, þá er þetta forgangsatriði. Við verðum að tryggja, mér finnst þetta vera hlutverk sveitafélaga og ég er ekki með útfærsla á þessu eða hvernig við gerum þetta, en það er klálega hjá mér fullkomin vilji til þess að bregðast við þessu. Mjög gott. Þetta er bara hugafar. Þetta er, við verðum að bregðast við þessum málum. Algjörlega. Þorsteinn Kristjáns á léttari nótum. Ætlar hann að spila sama leikkerfi og Alex Ferguson, Reykjavíkurborgar, Dagur B. Eggertsson með því að þrengja áfram að barnafjölskyldum byggja fáar og óeftirsóttar íbúðir og skilja fjárhag Reykjavíkurborgar eftir í rjúkandi rúst verði hann borgarstjóri? Þetta er tíða spurning sem var eitthvað lækar. Já. Fyrsta lagi er fjárhagurinn ekki rjúkandi rúst. Það er ekki búið að byggja fáar íbúðir. Mjög margar góðar íbúðir og mjög mörg góð hverfi hafa verið byggð á síðustu árum. Það hefur aldrei verið byggt jafn mikið í Reykjavík. Og það hefur aldrei verið eins mikið fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið undanfarin ár. Þannig að forsendur spurningarnar er kannski ekki alveg réttar, en Alex Ferguson fyrir mér er kóngurinn, sko. Þannig að ef ég get spilað eitthvað svona leikkerfi eins og hann, sem er sóknabolti, þú veist, það er bara kassin út og hafa trú á framtíðinni, þá Alex Ferguson er fyrirmyndi í stjórnum, það er ekki spurning. Já, sammála því. Látum okkur sjá þetta er Hvað með það? Já, takk hana. Félagin fór á klósti þú ber einn með þetta. Já, maður er einhvern veginn einn í vílunni, það var ekki til að fá núna. Má eiga vona því að stefna samfylkingarinnar í borginni undir hans stjórn verið sama gjaldþrotastefnu og Sir Alex Ferguson hefur ekki síðastliðin áratuga eða svo. Þú svaraði bara mæta vel fyrir þetta held ég. Bara sama, eða hvað? Nei, mér það er bara sama spurning. Eins og ég sagði það áðan í viðtalinu að það held ég hættir að vera trúverðugt þegar á hverju ári 12 ár þegar fjárhagsáætlun er lögð fram eða reikningarnir rýndir að það er alltaf sagt að borgin sé á hausnum. Í 12 ár er búið að segja það sama. Og það er búið að vera alls konar hremmingar, það er búið COVID og verðbólga og alls konar, en staða borgarinnar er bara býsna sterk, verði ég að segja. Það er bara, þau sem hafa stjórnað borginni hafa bara gert það ágætlega, en ég verð að taka fram, það má bæta ýmislegt. Mjög gott. Jan Martin spyr hvernig var að spila á móti Zidane, þeim besta sem þú ættir? Ég hef alltaf verið, við hefum fundið Zidane frábær. Það er eitthvað svak yfir honum sem ég finnst alltaf frábært. Og ég lendi dálítið mikið á mótunum. Ég var svona, ég var hafsend en var mikið á honum í þessum leikjum sem ég spilaði á mótunum.
og hann var með eitthvað algjörlega ekstra, þú veist, hann spilaði fótbolta þannig að maður hélt alltaf að hann var að missa boltan, eins og hann mista hann langt frá sér, Já. En hann var með fullt kontról. Það var meðvitað hjá hann. Já, örugglega, sko, það var eins og að vera að missa boltan, þannig að varnarmaðurinn seldi sig, sýrðu, og hann náði einhvern veginn að snúa hann. Það var mjög gaman. Já. Skemmtilegt. Getur lýst Marel Baldvinsinni sem leikmann hjá Stabæk, spyr Kristján Óli. Marel, algjör kongur, sko. Við erum alltaf, hann kemur bara, hvað alltaf hann hefur verið gammalt, 17-18 ára, hann kemur til Stabæk. Og hann var svolítið lost greið, sko, þegar hann kemur og ég og kona mín tókum hann svolítið að okkur. Já. Hann bjó á svipuðum stað, þannig að við vorum svolítið með hann í fæði, klæði og húsnæði. Við bara urðum mikli vinir, en við bara engu samband í dag. Ef hann hlustar á þetta, mútu hringi mig på maður minn. Það voru gæðið þar eða ekki? Jú, hann var alltaf óöfum meðslan, svona dunkur, sko, stór og mikill, sko, en bæði var hann, sko, í dag væri hann mjög eftirsóknarverður strækir, sko, stór og tekniskur, hörkusterkur, þannig að, það var gaman að kynnast honum að spila með honum. Býtu. Já. Hvað sem það? Íti frá þau tölvunni. Já, það er rosalega spurningar. Þetta er dagspurningar. Þú ert komin yfir stærsta hérna. Nei, það er kannski einu en það var Gunnar Erni og rittarar, ég vil bara þakka kærlega fyrir að senda henni allar þessar spurningar. Það hefur aldrei verið jafn mikið að gera hjá okkur í rittarspurningum núna. Og mikið af frábærum spurningum. Já, þetta er allt góða spurningar. Við verðum líka atvinnulausir innan skams. Já, þeir taka við þessu. Gunnar Örn spyr, er það krafturinn frá Sundlu á túnunum sem færir ykkur Hildur Björns til að langa í The Mayor? Sko, Sundlu á túni, ég veit ekki hvað hann að tala sko. Já, sko, fyrir alltaf betri Vesturbæinga. Já, bakvið það er bakvið Sundlu Vesturbæðar. Það er eins og kallar Sundlu á tún sem er falið daldið svona bakvið laugina. En töluvert notað, sérstaklega af hundaeigendum. Ég notaði mikið, ég er með hund, hann er orðinn 13 ára, notað Sundlu á túni mikið og gefur mig geysilegan kraft. Og Hildur líka með hund, þannig að hún hefur örugglega verið líka þarna. Og þá verði ég að spyrja, Pétur, veist ég með því þú útilokar ekki samstarfið Sjálfstæðisflokkin? Sko, Sjálfstæðisflokkurinn eins og hann hefur verið hefur mér þótt svolítið svona neikvætt afl innan borgarinnar. Ég myndi ekki fara í dag eins og Sjálfstæðisflokkurinn er byggður upp í borginni í samtali, en ég verður náttúrulega að vera bara opinn fyrir öllu. En ég hallast að því að flokkandi sem er í ríkisstjórn væri svona fyrsti kostur, mér þetta er svona eðlilegt, en það er of snemmt að tala um þetta. Já, þá bara að koma lokaspurningu kvöldsins, en ég er með eina frá Hilmi Óla. Mikið er búið að vera gaman. Það búið að geðveikt. Hilmi Óla spyr, var ekki leiftustíminn toppurinn á fótboltaferlinum? Það var æðislegt, sko. Það var, sko, ég nefndi á þann að ég þurfti að breytum umhverfið. Ég bara þurfti að koma þess út úr Reykjavík og einhvern veginn kjarna mig í sveitinni, sjáaþorpinu og bjóð þarna með Pétri Binni Jónssoni vini mínum og kynntist konu minni og það er eitthvað frelsi og maður er sko vinna á höfninni og vinna í bæjavinnunni og ég algjörlega dýrka Ólafsfjörð. Þannig að þetta eru dýrmætt ár og mikilvæg. Klárt. Lokaspurningin er af hverju á fólk að kjósa Pétur Marteinsson sem leiðtoga Samfylkingarinnar og jafnvel Samfylkinguna í haust ef þú verður í vor segi ef þú verður leiðtogi? Ég held að stefna svona sósíaldemokratíska stefnan sem er í öllum bestu borgum í heimi sé rétt stefna fyrir borgir. Ég hef búin að nefna hann aðeins svona bara flest málefnir sem ég hef áhuga á og vil koma í framkvæmd. Ég held að Samfylkingin í vor þarf að vera í sóknarleik. Það er ýmislegt sem það er að verja. Það er sko Samfylkingin hefur náttúrulega eðlilega verið í 12 ár, það hefur verið gerð mistök, það er alls konar svona eitthvað sem hefur klikkað. Það bara segir sjálft. Það má taka til og það má einfalda kerfið, eins og ég nefndi áðan með bara að sækjum að opna kaffihús, þetta þarf að vera einfaldara.
og ég held að ég geti verið svona komandi aðeins utanfrá, komandi frá hinum með borðið, hef verið í uppbyggingu og get hort á rekstuborgarinnar og borgamálin með svona ferskari augum og ég held að samfélkingin þurfi eitthvað nýjan kraft og ég held að það sé bjart framöndan. Já. Pétur Marteinsson, takk fyrir komuna og takk fyrir frábært kvöld og gangið sem allra best. Hvað best. búin lengi? 2,5 sléttur. Já. Náungar ef langt að heiða. Takk fyrir. Takk.